The outsiders ravage our lands. What's to become of our world? I've been having dreams. This is an extermination. Dreams make good stories. Everything important happens when we're awake. This is only the beginning. Dune, komin í bíó. Þessi þáttur í boði Pop-Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal Sweet Chili sem svartibókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu bátnir í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur minn á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaðri á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Bíóblaður. Ég ætla að hafa þetta sem byrjunina. Já, ég vissi það. Bíóblaður. Hvernig myndið þú, ég man einhvern tíu búin að spyrja, hvernig myndið þú kynna þáttinn eða var eitthvað svona intro? Að ég gerði það fyrst. Bara eitthvað svona, verið velkominn í Bíóblaður, með mér í dagur, eitthvað svona kjaftaði. Hvernig intro myndið þú vilja hafa? Því þetta er svona vitastæmi, það má ekki vera of peppy. Vist, ef ég var með einn þátt, það væri hann miklu energetics því ég er þannig. Ég veit ekki. Ég var búin að spá í þessu, ég kom með lag og allt, ég nota lag hjá Romdrum, eitthvað svona drum and bass, svo panamyndin og við erum með það, konfetti bomb, velkomin í fucking podcast, skilur. Er það einhver einasta þætti? Þetta myndi ég bara gera henni þætti. Það er rosa intro. Ég hefur séð hérna Erik Andre show. Nei, Great. Erik Andre, hver er það? Erik Andre, hver er það? farðu á YouTube og googlaði bara hann gerir nýtt intro. Hvernig getur ég útskýrt það? Hann er bara snar geðveikur, hann bara stúta settinu sínu, skotin, hann er bara sjokkfaktir dauðans. Þú horfður introinu og verð bara horfum á þetta núna bara í beinni. Ekki voru að horfa á þetta núna. Þetta er bara 1 mínúta, býtu. 1 mínúta? Erik. Fólk er að spóla? Nei, fólk sem veit Erik Andre. Er það grínist þess að satt? Já, Erik Andre. Kíló er þess að Intro. Googla eitthvað intro. Get ég notað það fyrir Bíóblaður? Þú segja það? Hérna, tjekka þetta. Ladies and gentlemen, the Erik Andre Show! Fyrir það sem að hlusta, þetta er gaur að rústa stúdíónu sínu. Rústa hljómsveitinni. Leipur og trommarann og... Þið getið googlað þetta, og hver einasta intro verður bara meira crazy. Og þegar hann er búin að rústa settinu, þá kemur nýtt sett upp, niður úr, alveg på nýtt. Og ég hef ekki budget til þetta. Nei, ég veit það. Rústa sjónvarpinu og já, ekki setja sjónvarpinu. Var það ekki einum á mikið, svona einum á ekstri? Jú, þetta er bara svona fullkomin heimi. Fullkomin heimi áttu að gera það. Við erum að taka upp Tom Cruise þátt. Við ætlum að fókusa einn leikara. Já, Tom Cruise, hann sést hérna, fyrir það sem er að horfa á YouTube. Já. Sést í sjónvarpinu. Ég valdi þessa mynd, mér varst eitthvað svo töff að vera með svona hvítan bakgrunn og bara svo mynda hún. Já. Hann líka myndast vel maðurinn. Já, ég meina gæinn, hann er ekki honum 50 og... Hann er allavega 50. Hann er allavega 56, 57. Og hann er ennþá bara fljúga okkur þyrlum og... Já, hann er bara... allavega einna stærstu, ég veit ekki bara... Stærsta kvikmyndastjarna allra tíma. Myndur þú setja hann um 1? Þú veist, og ég er með heila lista, ég get alveg... Málið, ég er ekki tóka huge Tom Cruise aðdáandi, ég er stóra aðdáandi, en ég er meira aðdáandi bara
það ábyggilega elskar enginn meira að gera kvikmyndir en Tom Cruise. Já, ég skilji. Já, ég held sér sammála því. Og, sko, tökum þetta með eins og Will Smith. Ég kalla hann svona The Black Tom Cruise. The Black Tom Cruise. Já. Svona svipað kaliber af kvikmyndisöfnu. Næstu því. En það sem sker Tom Cruise utanum að hann setur meira metna og lærir þetta allir getur sinni stönd og svona. En Tom Cruise er líka viljur að taka lítið hlutverk. Will Smith vil aldrei gera það. Hann hefur eyðilagt svo mörg góð tækifæri í lífi sínu því hann vill ekki vera aukaleikari. Finnst hann að vera svolítið off-safe? Hann er off-safe, hann er boring og hann er bara ómikið ego. Will Smith keirir svo allt hann með gegga personality, karisma og svona dæmi en gaur, fyndi eitthvað nýtt að gera, hættu að reyna að vera kvikmyndastjarna, verður leikari. Hann til dæmis þorði ekki að fara í Django? Nei, það er ekki neitt. En samt ekki pínulegilegt, því þetta er Tom Cruise þáttur, við fýrum að báðir og við munum á eftir fara yfir svona okkar uppáhaldsmyndum með honum. En samt ekki alveg svona pínulegilegt, hann er rosa fast bara í Mission Impossible. Akkur gerir hann ekki aðra Into the Vampire? Akkur gerir hann ekki aðra eins og Collateral? Leikur vondakallinn. Ekki mynd endur sem kostar 200 miljonar. Ég er svo sammálaður, hann þarf að leika vondakall áttur. Já, þú veist, eða þessi Tropic Thunder, Já. lítið hlutverk, Já. grín, hann virðist skemmt þessi konunglega. Það er upp á slutunum ekki með honum. Er hann sem Les Grossman. Í Tropic Thunder. Ég vissi ekki að Tom Cruise myndi á búin. Ég hefði að var þetta fucking Tom Cruise. Hann átti hugmyndina á svo stórum höndum allt saman. Já. Og hann var sköllóttur og hann var svo mikið Offeitus, slísbekk. algjörlega. I will fuck you in the face. Þetta er bara allt svo gott. I will rain hellfire. Þetta er geðveikt hlutverk, sko. Já, en eins og með það mynd. Hún er hvað, 2011? 10? Nei, 2008, 2009, 2010. 2008? Ég held sér þessi, 2008. Já. Það eru mörg ár síðan. Ég haldið því. Hvað hefur hann að gera spennandi? Er spennandi að fá Mission Impossible 7? Er Já. spennandi að fá Mission Impossible 8? Ég fíla þetta franchise í tætlur. En vilt hann festist bara í því? Það er ekki pínu leðilegt að hann sé, að þetta er alveg góður leikari. Já, hann er mjög Skemmtilegur. góð leikari. Taka Án meira gríns. sjensa. Já, hann elskar þetta aksjón, alltaf búin eitthvað nýtt og þessi hver einasta Mission Impossible myndir alltaf að gera eitthvað ótrúlega hluti. Hann er að gera ótrúlega stunts í þessum myndum, sem hann gerir sjálfur. Er það spenntur í Top Gun 2? Nei. Hæ? Okkur ekki? Ég var ekki það mikið aðdöfandi á Top Gun. Ég fatt að hann var vinsæl og skemmtilega svona dæmi, I got the need for speed, yeah. Þú veist, I get it, fattur við. En allt búin að bíða allt á langan tíma til að gera framhald af Maverick. En það er búin svo trailer. Já, ég mun potið horfa á hana. Ég held að séu brjálu aðri í sér mynd. Já, hann líka lærði að fljúa þetta sjálfur. En hann, sko, það sem ég las, að hann fekk ekki leyfi til að fljúa sjálfur orðstótu. Þeir setja ekkert hvert sem er upp í svona... Nei, hann lærði samt að gera. Hann kann held ég að fljúa. Ég sá dæmi, stór munur á akkur hann er svo stór svona karismatik leikari. Allt sem hann gerir í kvikmyndunum, hann gerir í svona venjulega lífi. Og hann fencing, allt þetta auka sitt, mótihjól, kappakstur, fljúa þyrlur, hann gerir þetta utan myndarinn líka. Já, þú meina það? Já, þetta er hans alvöru áhugamál sem hann bæti bara inn í myndina sínar. Ég menn, hann er fagmaður. Alveg þvílíku fagmaður. Varstu búin að sjá vídeo eða það var kannski vídeo, bara kannski hljóðupptaka þegar hann var að taka upp núna nýjustu Mission Impossible þegar COVID var í gangi? Já, og hann var að brjála, það er fólk, vinnur af fólkinnar, 600 manns. Já, hann tekur þetta alvarlega. Hann tekur þetta alvarlega. Ég skildi hann alveg. Ég skildi hann líka. Hann var bara pissed að því fólk var ekki eins prófa. Já, og líka bara pældi þetta peningin, bara svona þeirra eyðileggi fyrir svo marga að þið vil ekki fylgja ykkur reglum. Ég var líka svona brjálaður. Og líka það var svo á þessu tímapunkti líka, ég man ekki alveg hvernig þetta var nákvæmlega. Það var eitthvað sinni fyrra, minni mig, að það var svo mikið í húfi. Hollywood var bara í lockdown, það var ekki að koma nýja myndir í bíó, fólk vissi ekkert hvað var að fara að gerast og hann gerir bíómyndir fyrir kvikmyndahús. Já, einmitt. Þú þarft að sjá myndirnar hans í bíó. Já, það er rétt. Þegar þú hugsaðu Tom Cruise, þegar þú sagði að þetta væri bara mögulega stærsta kvikmyndisendan. Svo er ekki fram í því, en hver annar veistu sem er búin að vera fucking aksjónstjarna í fucking 30 ár? Og sem er ennþá svona hálfpartin að virka. Já, ennþá virka. Það er Stallone og Schwarzenegger ekki ennþá að virka. Já, enginn hefur svona langt tíma. Hann er búin að leika hvað 40 ár, en svona, sem 30 árin bara alveg aksjónstjarna.
Já. Nobody. Hvernig byrjaði það? Var það Mission Impossible? Myndum maður ekki segja bara Top Gun? Það er action movie. Já, það er Top Gun. Þannig að byrjaði Top Gun. Hvað er hún? 86? 86, já. Einhvern leys? Já, 86, 7. action myndir. Hann er samt ekkert bara búin að gera actionmyndar eftir Nei, ég veit það, en það er samt talin action stjarnar, svona, best frá the 90s, 2000, þegar hann fyrir bara meira hlutum bara actionmyndir. Já. Jú, Top Gun er... Hlaupandi út um allt. Hann hleypur í öllum myndum. Hann er besti hlauparinn í kvikmyndasögu. Er það? Það er svo margir leikari með svona lúðalega hlaup, sko. En Tom Cruise, hann er flottur þegar hann hleypur, maður. Þá er mér spurningun út í að grilla þig. Já. Hvor er flottar hlaupari? Þessi leikari sem ég var að nefna, Já. ég er aðalega sem eina mynd. Ég ætla að segja hvað mynd það er. Okay. Hvor er flottar hlaupari? Tom Cruise, bara í öllum Mission Impossible myndunum, eða Robert Patrick í Terminator 2. Herru, það er rétt hjá þér. Er Robert Patrick ekki bara að hlaupa eins og Tom Cruise? Svipað. En er ekki þá Tom Cruise að stela honum? Hann byrja ekkert að hlaupa fyrir en eftir Robert Patrick gera. Nei, hann var að hlaupa, skilur, Rain Man og allt, sko. En ekki, hann var ekki að taka Mission Impossible hlaup. Nei. Var hann að hlaupa mikið í Rain Man? Ég held að hann er bara að hlaupa í öllum myndunum sínum eitthvað. Ég held að það fari eitthvað að lista eitthvað svona, hann var bara að hlaupa bara í öllum myndunum sínum. Viltu meina það, af öllum leikurum, þá hefur Tom Cruise hlaupið mest? Það var engin hlaupið meira. Hann er ekki í bestu formi. Hann er cardio king. En hann eldist líka helviti vel kallinn. Heldur þessi náttúrulegt, eða er hann búin að fara bara í 1.000.000 hári í græðslur og botox og eitthvað? Nei, ég held að hann lifi bara svo ótrúlega heilbrigðu lífi. Hann tekur heilsunum sína ekkert smá alvarlega. Þú veist, hann er ekki þekktur fyrir að drekka eða dópa eða neitt svona, hann er á móti svona lyfjum út af kirkjunni sem hann er í og svona. Hvað finnst þér það, víst í kirkjuna? Það er stærsti svarti blettin á ferðan hans. Að vera partur af því? Scientology? Já, þetta er bara geðsjúkur kult, sko, þetta er bara, hefur þú séð heimildamyndir þetta dæmi? Já, þetta er crazy, maður. Og sér þessu myndbund sem hann hefur gert hana fyrir þau og svona, hann er bara eitthvað snar geðveikur. Tom Cruise er snar geðveikur. Ég segi Tom Cruise er besti leikari allra tíma út af því hann er búin að leika Tom Cruise í 40 áskilu, fattur þau? Já, og hefur komist upp með það. Mínum að því er hann sko einlægasti og feikasti gaur í Hollywood. Þú veist því hann horfir viðtöl við hann. Hann virkar samt næs. Hann er mjög næs, hann er mjög karismatik, fólk elskar í kringum hann, en ég held hann er svo obsessed með bara að vera Tom Cruise og hann kærir alla sem tala illum hann, þú veist. Er það? Já, hann leifir ekki eftir tökum dæmi, cool fact með Tom Cruise, Aladdin, bíómyndin. Já, er það teiknumyndina? Ég veit, Aladdin, teiknumyndina. Fésið á aðalkarakterunum, Aladdin sjálfan, var gerður eftir andlitunars Tom Cruise, því Tom Cruise var með svo viðkunnulegt andlit og það virkaði. Fattur, just use his face patterns svo hann er meira likeable. Vá, þú segir það? Já, ég vissi þetta ekki. Þetta er fakt og frá þeim tíma má enginn nota his likeness, þessum hefur aldrei verið gert, skilur, Mission Impossible, tölvuleikur eða neitt, sko, hann er svo á móti að fólk getur nota hans andlit og í eitthvað svona hluti. Já, hann er snar geðveikur og hann er samt geðveikur að gera kveimyndir, fattur þú? En myndir þú halda, segjum þú myndir hitta hann, bara eitthvað staðar fyrir tilvíðum, bara út í bæ. Þú myndir bara, hey, Tom Cruise, heldur að þú myndir fá ég held að hann er viðkunnulegt svona, heldur hann almennur? Ég held það. Það sem ég hef heyrt, og maður hefur lesið viðtöl við crew members og svona lið sem hefur að vinna með honum. Já. Hann er víst voða kurteis og almennur við alla. Og líka hann er alveg heti, alveg lífi. Byrju, ég með þetta, skrifa þetta niður. Já, hann bjargaði ekki bara einu sinni, nokkuð sinni. Herru. Er Tom Cruise bara alveg í Ethan Hunt? Já. Gaur, 1996, hann sá konu vera hit by a car. Herru, hann tók hana, bara stoppaði, tók hann með bílið sín, keyrði hann upp á spítala, fatt hún var ekki með sjúkratryggingar og borgaði reikningin sjálfur. Og það er ekki ódýrt? Ekki ódýrt í Bandaríkjunum. Herru, 1998, það var í London, hann heyrir öskur frá nágrannum sínum. Hann hleypur og það er gaurar að ræna konuna og búin að stela 150.000, hann eltir þá niður. Ha? Ég veist þetta ekki. Tom Cruise. Hann er hetja. Hann er hetja. On screen and off screen. En það er með margir sem fílan ekki. Ég skilða alveg, skilur. Heldur að sé út af þess að þú segja, það er Vístakirkjan og hann var að hoppa á sófanum í óperu og eitthvað.
Já, og svo líka eins og hann kannski að taka hlutverk sem svona, hann pingu lítill actionstar, hann bara 5'8" eða eitthvað, 5'7". Ég fór þannig på hæðina. Já, eins og Jack Reacher myndin, og svona fín myndin, Jack Reacher í bækunum og svona dæmi 2 metrar á hæð, sko, bara Já, hann risa eitthvað gaur. hnulli, skilur. En já, Heldur það sé með eitthvað svona minnumáttakent? Tom Cruise, er þetta djóka? Já, hann bókamál. Heldur hann vilja vera stærri? En samt velur hann alltaf kvennfólk sem miklu herri en hann. Eins og Nicole Kidman, ég held að hún sé tölvöld þar en það. Já, hún sko Hún frekar 5'11", hávaxin. hún 5'11". Það er bara 1,80. Já. Hérna fun fact, mjög skemmtileg fun fact Tom Cruise. Allar eiginkonur hans, Mimi Rogers, Nicole Kidman og Katie Holmes voru 33 ára gamlar þegar skildu við. Nei. Ég sverða, þetta er fakt. Þetta er eitthvað svona samsæris. Ég veit það, right? Eitthvað Scientology shit, sko. Eitthvað 30, það vantar bara hérna Jim Carrey, 23, 32, 33. En það er alveg magnað þegar maður sér þessa heimildmynd vístikirkjuna. Já. Hvað heit hún? Going Clear? Minni mig. Ég búin að segja nokkrar. Já, þeir er alltaf búið að gera held í eitthvað nokkrar. Eins og líka þættan með Leah Remini sem var í Scientology að tala þetta. Já, ég hlusta á hann ekki hjá Tom Cruise. Hún kom til Joe Rogan. Já. Áherslu að hlusta á hennar hlið því hún alltaf var partur af þessu. Já, hún var heila þau innan, skilur. En málega er þess með Tom Cruise, maður hugsa með sig, hvað er hann að pæla? Akkar nýði þessu? En hann er alltaf bara í guðatölu. En veistu hver á kirkjunni? Kynnti honum fyrir kirkjuna? Fyrsta konan hans, Mimi Rogers, hún er second generation Scientologist. Nei, hún líka eldri en hann eða ekki? Jú, hún var eldri en hún var, skilur, hann var bara 19 ára, 20 og var með henni eitthvað. Var það hún sem kynnt hann fyrir? Já. Helvítis. Sem ef ekki gleyma, skilur, Hollywood er the most depraved, sick bransi sem til er. Veist maður alla þessar pedophile rings og Harvey Weinstein, það er svo mikið hvað er búin að eyðileggja mikið af lífum að eldast við frægð og frama og ekki bara það, heldur að halda þínu frægð og frama. Haldi, þessi bær byggist allt á leyndamálum, hvað ég veit hinn og þetta og nótvest, þetta er allt svona dæmi. Ég hugsa líka alveg oft kannski ekki oft. Scientology, hann er bara í þessu dæmi þess að þarf maður ekki að segja alls svona dýfstu leyndamáli sín, þeir vita allt hann. Já, það ef hann myndi bara labba í burtu, ég held að það er Ég held að hann hefur ekki kostið það bara. Nei. Hann er bara drepinn eða eitthvað. En svo líka sem með það, ég segi, hann er bara hálfgerði guðatölu hjá þeim. Já. Það er örugglega erfitt fyrir mann að labba frá þar sem þú ert bara kóngurinn. Og líka bara eitthvað sem þú ert búin að tönslast á allt eitt líf og trúir á að það er erfitt að svona, heyrðu, þetta er of seint, ég er bara fastur hérna. En ég held að hann elskar þetta, hann er heila. Ég held að hann elskar þetta, sko. Að vera bara í guðatölu og allir dýrkan, það er allt gert fyrir hann getur gert hvað sem er. Einmitt, skilur, segir engin nei við hann. Hann getur alveg dreppið eitthvað og það er bara cover up. Bara. Hver veit að hann er ekki búin að gera það? Veist hvað mikið fræg fólk er búin að drepa fólki sem aldrei tala eins og Matthew Broderick. Var það samt ekki slys? Já, það var aldrei tala það. He drove over somebody, killed her. Var þetta ekki alveg, ekki 30 ár síðan eða? Já, samt, he killed somebody. Já. Caitlyn Jenner draf einhvern. Þú veist, hérna var ekki Roman Polanski og eitthvað, þau voru eitthvað bát, eitthvað konuhorfi og Michael Caine var eitthvað báti og enginn tala þetta. Skilur? Hvað er Hollywood-stjórnum bara í því að drepa fólk? Já, og fyrir barnanýðingar. Roman Polanski, Woody Allen, allt dæmið og þeir eru ekki listamenn, skilur, Óskarsverðlaun. Svo líka svo, já, það er magnaði, svo eftir þetta Harvey Weinstein og Me Too og allt það, þá fólk auðvitað að fara að horfa aðeins öðru sá þetta. En svo er alveg svona dæmi, eins og að því maður var eitthvað svo lítið meðvitaður þetta. Þetta var alltaf bara ljóta lindamál í Hollywood, það var helst bara enginn að tala það. En svo eins og myndin Jeepers Creepers. Einmitt, leikstjórn hana. Viktor Salva. Já, hann satt inni með mig. Ég veit það. Fyrir barnanýðs. Og hann vann fyrir Disney. Já. Skilur. Hann gerði White Powder myndina. Powder, já. Það var Disney mynd á þeim. Eða sérst frá Disney, eða það ekki? Já, Disney á þetta. Og maður er bara eitthvað, shit, þessi gaur, ef hann var að koma upp í dag, hann ætti alltaf ekki séns. Kannski eðlilega. Nei. En Jeepers Creepers, ég elskar Jeepers Creepers, alla 3 ár. Ég veist, ég áttur að sjá 3. Hún er fín, hún er góð. Já, mér finnst fyrsta mjög skemmtileg og 2 er mjög skemmtileg. Mér finnst það cool heimur. Þegar ég sá fyrsta Jeepers Creepers, ég var bara einu minn uppáhaldsmyndum. Þetta er bara geðug mynd. Hún er svo skemmtileg og scary. Og mér finnst líka þegar hafa náð, eins og með Creeperinn, aðal ondakallinn. Mér finnst þann
ég set hann á hliðin á þessum icons, Jason Voorhees, Freddy Krueger, Pinhead, bara upp á ímyndar eitthvað svona nýlegt, eitthvað slasser morðingja sem var eftirminnur. Skrimsli líka. Freddy Krueger og allt þetta dæmi. Já, ég get alveg sett það, hann útislega hönnunni geggi og svona. Því fyrsta myndin, þú vissi ekkert hvað var í gangi. Nei. Hann bara rétt senustu the third act af myndinni, þá sérðu, shit, þetta er bara eitthvað yfirnáttúrulega, vera. Já, svo scary. Ég dýrkaði það. Mér var svo gaman, það var ekki vennilega kall. Einmitt. Þú veist, þetta er bara gaur í frakk og hatt, ég er búin að sjá það miljón svona. Hann kemur bara hverju 23 ári. Já. Eitthvað svo. Veistu okkur hann gerði það, leiksturinn? Nei. Hann alltaf skrifaði myndina. Já. Hann gerði það, svo er ekki gerð framhaldsmynd. Bara hvað því að hann aldrei gera eitthvað svona framtíðamynd. Hann bara gefa bara 23 ára fresti og það var bara ein mynd, svo gerði hann 3 ár. Já. Allavega, við ætlum ekki að tala um Jeepers Creepers. Förum við Tom Cruise aðeins meira. Já. Við fyllum út lista. Já. Þú byrð þína top 10 Tom Cruise myndir. Það er bara svona toppmyndirnar svona uppáldið mitt. Já, sem þú fílar. Rankar þær? Nei. Ég veit, nei, rankar þær ekki. Við skulum fara aðeins í gennum sögun á honum maður. Ok. Hann vildi aldrei vera leikari fyrst. Hann var wrestler í skóla. Var það wrestler? Já, þannig wrestler. Ég var sem WWE. Hann var bara alltaf að vera bara professional wrestler, skilur. Og hann meiði sig í hnénu og það var að droppa úr the wrestling team. Og hann lappar yfir gangin og það er leikir til Guys and Dolls og hann auditionið fyrir það. Og þar fekk hann svona the passion fyrir leikara. Og svo eitt annað sem ég tengi við Tom Cruise, hann ólst upp fátækur, sko. Ólst upp fátækur, abusive father, skilur alveg bara extremely abusive father. Og ef þú mást þetta Magnolia, þegar hann er að tala um pappa sem hann er döðbeinu. Tom Cruise tala mjög saldið um pappa sinn, en þegar pappa hans var að deyja krabba, þá fór hann til hans dánabeð og talaði um pappa sinn. Svo þú horfir á Magnolia sinna sem hann er að kveðja pappa sinn, sem var tilnefndur fyrir Óskarsverðlaun fyrir. Þá svona sérðu bara, já, þetta er að byrja hann að tala við pappa sinn í alvörun. Þá tengur meira. Þá virkar aðrið sterkari rauninni? Já, miklu sterkari. Ég þarf að sjá hann aftur. Já. Magnolia. Hann er ógeðslega duglegur. Hann er dedicated manneska. Ég held að það er ekki til meiri dedicated leikari. Heldur Tom Cruise? Já. Hann getur gert allt. Hann getur tekið drama, pínu comedy, action og nefndu það. Hann er ótrúlega góður leikari og hann fær ekki nóg mikið kredit fyrir það. En er það kannski líka því að fólk hugsa kannski meir hann sem Tom Cruise kvikmyndastjörnuna fyrir ekki Tom Cruise leikara? Einmitt, þú hugsa bara eitthvað taglínur, eitthvað show me the money. Eitthvað. Já, að hann er búin að eiga hann fullt af hitturum. Bara endalaust. Solid myndum. Bara endalaust. Já. Hrikalega mikið. En svo gaf hvað þú ert undirbúin. Þú ert búin að skrifa þetta niður, kynna þetta. Ég ger ekkert svona, ég ger bara lista minn og... Já, einmitt. Nei, gaman að fólk að hlusta að finna eitthvað svona fun facts. En svo myndina sem gerðan skautun upp á þetta Risky Business og Top Gun. Og frá þeim degi er hann bara stærstu kvikmyndastjarna í heiminum. Bara klikkar aldrei. En hérna er fun fact með Risky Business. Sem ég þarf að sjá ekkert, já. Já, þetta hafði aldrei séð hana. Ég held ég ekki séð hana. Hún er ótrúlega góð, ég horfði á hann í gær bara til að rifja hann upp. Ok. Bara svona með betri svona teen coming of age comedies. En er þetta ekki eitthvað, er hann ekki eitthvað vændishús eða? Nei, hann er einn heima. Þetta er svo, þú sé aðtrúr öðrum myndum stelur þessari mynd. Já, ég er búin að sjá, var ekki Simpsons þegar Homer slætar eitthvað svona, var það ekki úr Risky Business? Píónu að syngja og líka þegar hann tala fólda sína, allt tekið einnig skot og þau eru svona, það var að passa húsið, passa ekki partí, lala, hann er svona, gefrætt, mikið af þessum teenage dæmi að hent eftir þessar mynd. En fun factið með þetta, Ray-Ban, glerundfyrirtækið, var að fara á hausinn. Þetta, rétt fyrir þessi mynd kom út og þeir nótu, senustu marketingmanni þeirra til að láta hann vera með Ray-Ban í myndinni. Og þessi fræga senu sem er þetta bara Porsche, except no substitute. Þetta bjargaði Ray-Ban for bankruptcy, þessi mynd. Það er crazy. Tom Cruise legend. En já, hún er góð, en hann verður ásvangin af vændiskonu. Var það þannig? Sem vinur hans, komedi og lífvinur og svo lendir ykkur vesen og... En þetta er grínmynd, ekki? Þetta er svona grínmynd með svona ástarsögu bak við það. Við vændiskonu, skilur. Já. Er þetta eitthvað svona Pretty Woman dæmi? Já, pínu. Þetta er meira svona, hann er bara að leika eitthvað 17 ára háskólar. Já, hann var það ungur í myndinni.
að því myndin heitir Risky Business. Já, einmitt. Þegar hann er ógeðslega svona, í myndinni er hann hérna bara svona cool, calm, collected, hann er ekkert partystrákur, hann er ekkert djamarastrákur, en hann er hættur að opna þessu og vinur hans alltaf svona, prófa, út einn heima maður, prófa þetta, og hann fer bara að gera svona hluti, bara svona rebella. Er það að tala um eitthvað svona dope dæmi líka og eitthvað? Nei, bara mikið drikki og svona dæmi, svona partí, jú, fólk er að smaka weed og eitthvað. En er þetta eitthvað svona svip á Ferris Bueller's Day Off? Nei, Ferris Bueller er bara skemmtileg, virkilega skemmtileg greimmynd. Þessi með svona alvarlega íváfa. Já, ok. Það er ekki að Tom Cruise er ekki það fyndin í myndinni, en allir vinir hans eru fyndnir. Já, hann er svolítið svona the straight man. Straight man í þessu, já. Ok, Risky Business. Er hún hjá þér sérst á listaninu? Nei, hún er ekki á listaninu. Já, hún er ekki á listaninu? Nei. En hún er svona classic movie. Já. Fyrir það sem hún er. En hvernig fílar þú cocktail? Ég fíla cocktail í bot, sko. Ég ekki séð hann í mörg ár. Ég átti hann á að fá S-pólu, sko. Er hún á listaninu? Nei, hún er ekki á listaninu. Hann er búin að gera svo marga myndir með þér. Ég veit það. Fannst þér erfitt svona að velja bara 10? Nei, mér fannst það ótrúlega létt. Ég var svona, ok. Og það fylgdi uppáhaldsmyndum, en ég bara svona, nei, það sem hann er bestur í, ekkert mál að velja. Svo það er ekkert það marga, það er kannski svona 5-6 myndir sem hann er bara geðveikarklessur. Já, en svo er líka spurning bara, hvað þitt uppáhald? Þetta er svo suma myndir á mínlista. Já. Er ekki nefnilega kannski bestu myndirnar hans, en það er mínar uppáhalds. Já, sama hér. Skilur þau? Eins og ég er með, við byrjum bara mér. Ég er með í 10. seti. Ég rankaði lista minn, sko. Ok. Það er sem alveg kveikmynd á að maður gera, kíló, það er að ranka minn. Einmitt. Ekki koma undirbúin fyrir þátt. Ég treysti að þú kom með eitthvað svona inside info. Ok, númer 10, þetta er bara basic. Ég varð að hafa hana með. Það er svolítið síðan ég sá hana. Mér þótt alltaf vænt hana. En ég er ansar hættur hún eldist það ekki vel. Það er Top Gun. Já, ég skil það mjög vel. Ég er algjör sökkar fyrir orðstútum. Já, þetta er ekki bara ógeðslega góð saga um vel gert, Tony Scott í snillingu, skilur. Val Kilmer er cool í einu. Einmitt. Ég er spenntur fyrir 2. Jú, ég er kannski spenntur. Já, hún verður cool, maður. Já. Þetta er sami leikstur og gerði, hann har reyndar ekkert gert það góða myndir, en hann er visuáli mjög flottur leiksturi. Hann gerði Tron framhaldi. Já. Og Oblivion. Já, geðveikur leikstjóri með. Já, visually, skilur. Visually, já. Það er lúkka mynd. Lúkka feitt, sko. Já. Þannig ég er spenntur ég fíla Oblivion tællur. Er hún listanum? Nei. Hvað myndir er á listanum þínu? Ég held þessi engin mynd, bara ein mynd sem ég fíla ekki með Tom Cruise og hérna eitthvað Lamb, sem Robert Redford leikstýri. Það minnst þú fín. Nei, ég ætla ekki svona að horfa á hana, ég hef ekki svona áhuga á hana. Þú er ekki svona séð hana. Nei. Þá getur ekki ef Robert Redford er í myndinni, það er ég bara, nei, ég er off. Hæ? Það er svo ofmyndin Robert Redford. Finnst hann ekki góð leik? Líka sem leikstjóri ógeðslega ofmyndin. Já. Hann á alveg fullt góð myndum, hann er samt svona rólur. Robert Redford. Já, hann er svo ofmyndin með. En Paul Newman? Hann er cool. Every day. Hann leik líka með Paul Newman í Color of Money. Er hún á listanum? Auðvitað. Hún er æðisleg. Já. En vissið þú í þeirri mynd, nú líka komið smá svona inside info. Svona behind the scenes dot. Vissið þú, mér minna lögreglega að vera í Color of Money. Þegar hann opnar tösku, hann er með svona tösku. Já. Og minna hann að vera með svona billardkjúða sem það er eða eitthvað. Já. Mér minna það. Og það er eitthvað sem spyr hann, what's in the case? Ég held að Tom Cruise segir það. Og hann segir Doom. Manstu eftir þessu myndinni? Nei, maður ekki eftir þessu. Doom töluleikurinn heit Doom út af þessu. Nei! Það er ég svona cool. nokkuð viss það. Það er frekar cool. Þessi byggur til leikinn, þegar hann segir bara eitthvað Doom. Þegar hann var bara svo cool eitthvað, hvernig það sagði þetta, það orð var nota sem heitið á töluleikinn sem var síðan Doom. Wow, þetta er skemmtilegt fun fact. En samt disclaimer, kannski er það ruggli mér finnst þess að ég hef heyrt þetta. Skulum bara halda yfir. Núna bara, þetta er bara fakt núna. En allavega, ef þetta er rétt, þá er það pínu töff. Mjög töff. Ok, Top Gun var ég mér. Color of Money. Já, Martin Scorsese. Ég gleyma alltaf að hann gerða það. Einmitt, Tom Cruise er búin að leika með, hann er búin að vinna með ótrúlega lista af leikstjórum. Ég ætla bara að nefna alla helstu. Hann er búin að vinna með Martin Scorsese, Ridley Scott, Tony Scott,
Barry Levinson, Oliver Stone, Ron Howard, Sidney Pollack, Brian De Palma, Cameron Crowe, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, John Woo, Steven Spielberg og Michael Mann. Þetta geðvig. Hver með betra leikstjóralista en þessi maður? Kannski Leonardo DiCaprio. Ég var að hugsa hann. Eða ekki? Jú! En eina sem DiCaprio hefur, sem er kannski þá smá mínus, er að hann er búin að gera svo margar myndir með Scorsese til dæmis. Einmitt. Þannig að á meðan hann er að vinna svona oft með Scorsese, þá kannski hann að missa tækja fyrir að vinna með einhverjum öðrum nýjum spennandi. En mér finnst leiðilegt að, eins og ég nefndi á hann í byrjun podcastins, að hann sé ekki að taka meiri séns í dag. Núna er hann að gera Mission Impossible. Það er Christopher McQuarrie sem er leikstur af þeim. Já. Og er hann ekki með leikstur af fucking 4? Hann var leikstur af 2 og leikstur af 3. Hann gerir líka Jack Reacher. Já, hann gerir Jack Reacher, en hann mun líka leikstur að þessi Mission Impossible... Þeir eru geðið ekki vinir, þeir eru bara super tight buddies. Ég veit. Hann gerir líka Valkyrie með honum. Að skrifa hana. Að skrifa hana. Brian Singer leikstur því. Já. Heldur að Brian Singer eftir að vinna aftur? Eftir að koma upp hann? Nei. Hann veist bara algjörð ógjörð. Viðbjóður. Vibbi. Total vibs. En Kevin Spacey heldur hann vinna aftur? Já, hann er að koma út með nýja mynd. Já, eitthvað sem hann tók upp í Rúmeníu eða eitthvað. Já, mynd sem hann leikur svona investigative lögga svona sexual crimes eða eitthvað bara, ha? Nei. Jú! Er það söðurþræð? Það er söðurþræð! Þú ert að leika lögreglumann sem nappar pedophiles og svona. Svona eins og þú er. Eins og þú ert, já, þetta er hræðilegt. Já, en það sem ég las var að þetta væri bara eitthvað svona, þetta er bara eitthvað cheap drast. Eitthvað direct to video. Já. Alveg bókamál. Bara svo Bruce Willis gerir í dag. Vá, það er mesta letdown í kvikmyndasögu ever. Hvað gerðist? Hann bara, he doesn't care anymore. Hann vill bara fá pening og leika sér og ferðast. Mér kom út bara annað hver dag eitthvað ný Bruce Willis mynd. Ég sá eitthvað dæmi að hann gaf út eitthvað 24 myndir á 3 árum. Og hann er með eitthvað svona, já, hann er með eitthvað reglu, bara svona, ég má ekki taka með 3 daga, öll skoti mín. Og það verður helst að stíkja fyrir þann húsmill. Já, þetta er bara svona, ef þú átt $1 million, þá kem ég, en ég þarf að skota alla senunar á 3 dögum. Jésús maður. Ok, við erum ekki talað um Bruce Willis. Nei. Tom Cruise. Já. Call of Money. Já, hún er virkilega góð. Hvað langt séu sást hana? Ábyggilega 10 ára eitthvað. Já. En ég man bara hvað hún var, just, ég fíla dynamikið þeirra, og hann er ógeðslega góð leikari, sérstaklega þegar hann tekur hann að kasti og hann brýtur. Ég man bara, hann var svo passionate í þessa mynd. Já. En aðalega ég fílaði hvernig Scorsese tók upp biljartsinnar. Eins og þetta fylgja bolstónum allt og svartu bakgrunnur. Þetta var svo visually pleasing. Ég aldrei sé svona áður fyrir þann tíma. Nei, það er enda þú segir það. Það er svolítið vannmeti mynd. Fólk tala ekki ná mikið þessa mynd fyrir Martin Scorsese. Nei, það er alveg sér. Mér finnst ég er rosalega Paul Newman maður. Já. Mér finnst hann alveg eitt flottasti leikari. Já, ég er samanlega. Já. Bara þú sérði hann þegar hann er ungur, það var svo myndalög maður og svo þegar hann var eldri, þá var hann ennþá myndalögur og ennþá töff, ennþá góður. Ég myndi bara Cool Hand Luke og svo Road to Perdition. Já. Mér finnst hann vera svona legend. Já, hann er svona charismatic líka, þú veist. Já, rosalega. Og sjá þá tvo saman að þegar Cruise, mér finnst þegar ég hugsa það, því hann er búin að leika mútið fullt af leikurum, flottum leikurum. Mér finnst þér aldrei skikja á hann. Mér finnst þér aldrei þeir gleipa hann aldrei. Skilur, Cruise nær alltaf að halda yfir það. Já. Fattar hvað hann er svo intense. Ég er bara góður leikari, hann er með presence, að þið sumi leikara þegar þeir leika mútið góðum leikurum. Það er virkilega góðum leikurum, ég tala ekki að leika mútið einhverjum legendum. Legendi getur svolítið skikt alveg á og hinn leikar er bara svolítið hverfur. Þú finnst Cruise aldrei... Þetta er góð punkt í þér, hann er búin að vera með svo mikið góð liði. Jack Nicholson, hvað heit hann, Dustin Hoffman, alltaf, enginn overshadow hann. Nei. Og bara, he held his own með Jack Nicholson í þessa senu. Hver heldur að Tom Cruise ekki með mestu frægu movie quotes? I have the need for speed. Tell me the truth, you can't handle the truth. Hann alltaf sagði það ekki. Já, hann sagði línan, tell me the truth, þá kemur hann, you can't handle the truth. Já, hann á svona hluta á sig, skilur. Show me the money, you complete me, help you, allt úr sömu myndinni. Svo stjæra mig hvað er. Já, er eitthvað meira? Jú, auðvitað fræðar úr Risky Business,
Porsche, accept no substitute. Þetta líka mjög fræg lína hjá honum. Já. Eitthvað meira? Já, nú ég að hugsa bara um annan leikari sem ég með svo Schwarzenegger og það ekki með fullt af einhverjum. Þetta alltaf með sama, Get Down, Death to the Chopper. I'll be back, hasta la vista. En bara Jerry Maguire með 3 geðveik sem fólk kvóti ennþá í dag. Show me the money. Og og besta línin myndin hérna, I'm not gonna do what everybody thinks I'm gonna do and flip out. Og það síðan sá hana, það eitt samt sem ég man eftir úr þeirra mynd. Það Cuba Gooding Jr. segir það. Hann nýbúinn í sturtu, minnum mig. Og Cruise eitthvað að tala um henni og baði eða eitthvað. Og spyr hann eitthvað, viltu hangklæði eða ekki þurrka eða eitthvað. Þá segir Cuba Gooding Jr. No, I air dry. Jú, ég mætti nú að segja þetta. Þá leta bara mér fannst þetta satt svo í mér. Það er kannski akkur ég noti þetta, ég heyra aðra fólk noti þetta. Ég oft segir, ég ætla að airdrya. Það er kannski byrja. Potið úr þessar mynd, skilur. Út Jerry Maguire? Já. Ok, Color of Money. Þú rankar þetta ekki neitt? Nei. Erum við búin að afgreiða hana svona einhver leiti? Viltu ekki tala meira um hana? Nei, það er svo mikið myndir að fara í gegnum með þér. Ég veit það. Já, ég setti Rain Man á listan. Hún líka við mér. Það ekki? Jú, frábær. Bara geðið, þau eru báðið geðið, þetta er geðið góð mynd. Já, og chemistry. Mér finnst Tom Cruise alltaf líka einhvern ná að búa til gott chemistry á milli leikara. Já, að setja leikar, það er ógeðslega gott að vinna með honum. Já, það hlýtur eiginlega bara að vera, því hann nær einhvern veginn, sko, því stundum horfum hann mynd, það er einhverjum 2 leikarar, getur bara 2 kallar eða það er ekki alltaf eitthvað kynferðslegt, eitthvað rómatík, og maður er bara svona, var ekkert chemistry. En ég held ég að mér aldrei liðið þannig með Tom Cruise. Nei, því hann elskar projektið, hann er ekki að hugsa bara sjálfa sig og sína senur, hann vill alltaf gefa frá sér besta shitið og allir í heild, hann vill allir vinna í heild að gera góðan hlut. Hann er team player. Hann er það. Og Rain Man, að því að Dustin Hoffman alltaf rosalega frægur fyrir þessar mynd. Vann hann Óskarsverðlauna fyrir það? Hæ? Hlýtur að vera. Ég held þessi mynda með svo unnið. Besta myndin. Eða það? Ég held það. Ok. Frábær mynd. Frábær mynd. Alveg frábær. Þeir tveir saman, æðislegir. Og þetta er líka bara svolítið sætmynd. Sætlegur boðskapur. Þú hatar hann í byrjun. Já. Hann er bara svona spiltur, vil fá pening á pappa sínum og bara, hvað er þetta? Svo hættu, það er the beauty of the movie. Já. Hann hatar hann, þú hatar hann að karakter, svo hættur rólega bara, you love him, skilur þú? Já, það er málið. Geðveikt karakter vel með. Eða svona story arc. Já, Dustin Hoffman vann og besta myndin. Já. Og besta handritið og besti... Nei, já. Jú, besta leikstur. Ég er alltaf hrifin að Gellin þessi leik kæristans í þessa mynd. Hún leikur ekki Hot Shots. Valerie Golino. Já, vá. Ég var krakki úlingur, ég var bara, oh my god, þetta er bara fallega þessa kona þegar ég sé það. Myndur kalla hana einhver leiti svolítið svona, ég veit að Rain Man er frá the 80s, en Valerie Golino er ekki svolítið meira svona 90s leikuna. Já, leikir líka More to Beloved með hérna. Gary Oldman. Já, ef ég sá henni mynd, ég var svona, oh my god. Varstu skottnastur í henni af öllu svona, þessi eldri leikonum sem voru á þessum tíma? Nei, það er engilega, mann ekki á henni til. Þú veist, hún er ángríns, en þó í dag, hún er bara... En það fallið í dag bara? Smokin, hvað heitir? Hvað er það? Hvað af leikun er það? Við erum að tala um daginn, Madeleine Stomer. Varstu svona skotin í henni? Gaur, hún er... Var hún númer 1 hér? Já, gaur, það er sko bara... Sérðu bara mynda henni bara núna í dag. Hún er sko 66 ára eða eitthvað. Já, hún er myndaleg. Ég man því að horfa eitthvað Eden-mynd, að mynd með henni, Dan Aykroyd, eitthvað umræðgrinn. Ertu að tala um, heitir hún ekki Exit to Eden? Já, þarna svona, þau fara eitthvað svona island, svona sex island. Þetta var ruslmynd. Já, ruslmynd, en hún er svo... Það er atriði sem þeirra... Var hún í henni? Já, ertu kláraði? Ég kláraði, sko. Ég er að tjekka það, ég held... Þetta er rugglast. Þetta farið Exit to Eden, hún var ekki henni. Hvað leikst hún? Ertu að tala um Dana Delaney? Ég er að tala um Dana Delaney, maður. Ég er að tala um hana, ég rugglaðist, Shit, veistu það? Stá líka, Þú veistu hvað við erum að nálgast núna? Já. Mástu 90s þáttun okkar, þegar við erum að tala um Stripson í True Lies. Já. Við erum konar okkur svona perraslóður. Ég veit það. Ef krakkar þurfa að vita, there were hotties. Líka,
hei, þegar við sjáum þessar myndir, við erum úlingar. Við erum úlingar, interneti var ekki til. Hormónar á fullu, já. Þú veist, maður notaði sko tónlistavídeó sem svona rungefni. Fattur þú veist, Britney Spears og Madonna og eitthvað. Þannig var það. Þú notaði sko hagkaupblaðið. Manstu hagkaupblaðið? Allir strákar frá okkur aldri vitum hvað, mamma og pappa er alltaf að spyrja hvað er hagkaupblaðið með undirfötin, ég veit ekki hvað blaðið er. Hagkaupblaðið? Manstu ekki undirföta hagkaupblaðið? Ég veit ekkert hvað að tala um. Þú er svo mikið legari. En manstu eftir því? Shit, veistu það, ég táraðist, ég hló svo mikið. Það var einhver kall sem kvartaði undan hagkaupsblaðinu. Þess vegna var það hætt. Ég held, já, mér minni það. Þetta hafi verið ómiklar bara freistingar. Þú veist, maður er bara, hvað er af? Það er alltaf einhver eyðileggi fyrir alla. Og líka bara starfið, þessar stelpur voru að vinna, græða pening, skilurðu. Já, gott fyrir alla. Og þau eru mótil, þessu bara eyðileggi mótil fyrir þeirra. Já. Þú veist hvað er að tala um. Undirfata sexunnið í hagkaupsblaðinu. En hvað sér? Við erum bara gamli perrar hérna. Við erum svo miklu gamli perrar. Þetta er bara saklaust. Já, reynum gerir góð. En Madeleine Stowe var ekki action-tweetin. Nei, en þær báðar, Dana Delaney og Madeleine Stowe, ég hugsa að Dana Delaney líki hérna Desperate Housewives, en þær tvær, Madeleine Stowe og Dana Delaney. Þar þú beisir bara yfir höfuð hrifin á dökkarum konum. Ég elska dökkarum konum. Ok, hvaða mynd er næstu þér? Förum að segja á lista. Ég myndi setja, förum bara við, auðvitað setja A Few Good Men, það er bara yfir Aaron Sorkin, bara það sem hann skrifur alltaf geggjað. Ég elska þessa mynd, en það er svo langt sín í sá hana. Já, hún er mjög lágstemd, en Aaron Sorkin ger alltaf svo lágstemd atrið, hann er svo mikið, hann er svo Quentin Tarantino, þú finnst gaman hlusta og bara tala. Já, hann er meistari í því. Meistari í því. En það var líka svona réttarhaldamynd. Ég fíla svoleiðis. Já, þetta er förm líka eins og honum. Ég finn hana. Hún var samt ekki það mikið réttarhaldamynd, en hún var spennu mynd. Það er samt svona kort drama eitthvað, hann er lögfræðingur eitthvað. Ok, en við skulum ekki taka allar, tökum einu í einu. Nei. Hvað ertu með næst? Varstu með A Few Good Men? Já, mér langar ekki mikið að tala með hana, það er svo fræg, en auðvitað er Interview with the Vampire á listanum mínum. Ok, hvernig finnst þér hún? Hún er bara einu minn uppáhaldsmynd. Er Tom Cruise góður inni? Oh my god, Tom Cruise er góður inni. Hann er hluti sem hann er ekki aðhlutverki, hann er svona aukaleikari, skilur, bara Peter eða hann er vondikallinn. Hann er vondikallinn líka. Já. Hún er svo góð, Kirsten Dunst, hún er ok, það er að byrja eina senan. Er það ekki fyrsta myndinar? Ég held þess að fyrsta myndinar, svona alvöru myndinar. Hún er að átakta alla í þessa bíómynd. Hún er rosalega í þessa mynd. Nei, ég myndi segja, við tala áðan, hún er bara out-acting Tom Cruise í þessu mynd, sko. Myndur þú segja að hún var það besta við Interview with the Vampire? Nei, en eitt af það er besta. Hvor er betri, náttúrulega grillaði, hvor er betri, Kirsten Dunst í Interview with the Vampire? Já. Eða Natalie Portman í Leon? Kirsten Dunst. Aha. Já. Já, þér finnst það er meira átakalega, skilur. Því hún sérstaklega bara svona, hún fattur hún bara krakki, hún klippar sér hárið og þetta er svo mikið, já, hún er vampíra og drepa fólk, hún er samt svona með tilfinningar, fattur. Hún er bara svona verið að batna eilífi, hún er verið bat, skilur. En hvað finnst þér um það? Finnst þú tala um Interview with the Vampire? Af því það var alltaf draumur mér, því ég var yngri. Já. Það var draumur. Ég fannst bara svo töffar vampíra. Ég er sammálega, sko. Þú hefði verið til í það þegar þú varst yngri. Ég var svo til að vera vampíra. En það í dag? Já, ég er svona pínu góð í mér, sko. Það? En mér fannst vampíra svo cool. Ég elska að Blade, Interview with the Vampire. En myndir þú að lifa eilífi? Það er trikkið. Þú getur alltaf bara labba út í sóluna og leiða leiðinu, sko. Já, bara dreipið þannig? Já, bara svona, herri, ég er bara lifið 1000 ár. Best að sjá hérna senastu sólræs hérna. Sóluna komið upp á degja. Já. Þetta er bara eitthvað svo óeðlilegt að lifa svona lengi. Við erum ekki gerð fyrir þetta. Nei. En það er eitthvað cool við það. Það er eitthvað cool við það. En það er líka því að vampírur eru efstar í fæðukeðjunni. Já. Þess vegna fannst mér því fólk segja alltaf við mig, ef ég sagt þetta til fólk, já, mér langar að vera vampíra. En þá þarf þetta að drepa fólk og sjúga blóð úr því. Já, sorry, tough shit, ég er efstur í fæðukeðjunni. Já. Skilur þau? Svo getur maður líka bara að fengja fólk til að donata blóð fyrir þig, skilur þau? Bara búið blóðbúðing og... En er það ekki svolítið að taka, er það ekki svipað sem er ljón? Þau vilja veiða. Já. Þau réttið bara matinn. Viltu ekki veiða? Það er vampíra.
Það er svo gaman Interview with the Vampire, þegar hann var að þjálfa það upp, svona vampíru, við erum að gera þetta, við erum að handa og sedúsa. Já, vera líka svolítið svona sophisticated. Já. Interview with the Vampire er geðveik. Æðislega mynd maður. Pittarinn góðurinn líka. Christian Slater líka í henni. Veistu hver áttuleikar hlutur kannski Christian Slater? Hann dó og hann var replaced, River Phoenix. Nei, River Phoenix var ráðinn og byrjaður í post-production fyrir þessa mynd. Átti hann að leika Slater? Christian Slater var bara last minute. Shit, þá leiðilt þar að River Phoenix var bara ok, ég sá ekki gott dæmi að eftir að River Phoenix dó þá fór Leonardo DiCaprio að skjótast, þeir fóru alltaf að fara við sömu hlutverk og það var eitthvað hlutverk sem River Phoenix átti að fá en DiCaprio fekk, fattur Já, svo mikið samkeppni. Já, bara Hollywood, það var þessi tveir gaurar, fólk vildi bara DiCaprio eða River Phoenix, en River Phoenix var aðeins fyrir ofan, fólk fílaði hann meira, en þegar hann dó þá opnaðist allt fyrir Leonardo DiCaprio, svo kenningin er þá, ef River Phoenix hefði ekki dáið, Leonardo DiCaprio væri ekki þessi stórstjarna það var í dag, þegar hann hefði haft þessa samkeppni. Það er áhugavert. En svo er spurning, hvort það hefði voruð svona svo með Al Pacino og De Niro, þeir eru báðir stórir. En þeir voru ekki heartthrobs, það er munurinn. Konunur elskar River Phoenix og DiCaprio og hvenær var DiCaprio, mér fannst eitthvað River Phoenix átti að við leiki Titanic eða eitthvað líka sko. Svona way back, the first draft sagði þessu dæmi hjá James Cameron. En hann var löngu dáin, held ég. Já, en myndir eru bígerð í mörg ár, skil. Já, það meina kannski að fyrst þegar hann var að bæða að gera hana. Já. Það getur verið. En River Phoenix, ég horfði á Sneakers um daginn, horfði á Sneakers. Já. Hún er fucking góð, hún eldist ógeðslega vel. Robert Redford. Já, ætla að segja, hann er í henni. Já, er ekki eina Robert myndin sem ég fíla. Nefndi eina góða mynd með honum. Já. Kannski ekki með vissast. Já, ég skal segja eina núna mynd, sem ég veit að þú fílar. Sem hann leikur í. Winter Soldier. Já, það gildir ekki með þér. Hann leikur í henni. Hann bætir ekkert við myndina. I can take him or leave him. Hvaða leikar í stað hann myndi ekki skipta neinum. Ok, aðra mynd. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Þú fílar hann ekki? Já, hún er góð. En ég er ekkert eitthvað að fara að horfa hann aftur eitthvað. Ég er ekkert svo hrifinn af hann. Ég bara er eitthvað við hann. Ok, önnur mynd sem hann leikst í. Quizshow. Já, hann leikst í henni, já, ég er búin að gleyma. Hún er góð. Ég ætla að láta að éti svo. Já, ég tekið tilbaka. Robert Redford er uppbóðsleikari. Hann er uppbóðsleikari. Ég bara þorði ekki að segja það. Ég elska. Næsti þáttur hjá okkur verður Robert Redford þáttur. Já. Ok, hvað er Into the Vampire, æðislega mynd? Já, förum við nokkur fun facts með Tom Cruise. Ok, hvað er maður? Eina skipti á ferðlun hans þegar hann tók 2 ár pása fyrir öllu hluturkum til að gera Eyes Wide Shut út af því Stanley Kubrick var svo mikið perfectionism. Hann svo geggjaður. Tom Cruise vann ekki á neinu öðru í 2 ár því hann er bókstaflega hver einsta senu í þessu bíómynd. Og hann var svo lengi að skjóta hann að maður. Já, hann lengi að skjóta hann bara hálfur. Stanley Kubrick er genius en hann er algjör geðsjúklingur sko. Það var algjör geðsjúklingur. Og atriðið í Rogue Nation þegar hann er í vatninu og þannig hann er í vatni í alvörunin hann heldur andansunum í tökunum í alvörunin í 6 mínútur hann inni. Djúðskæft það. Og það er sínt behind the scenes og þú getur séð hann að þjála. Sérðu hvað hann er dedicated? En einn upplýsandari sagði og svo fyndi mann eitthvað sagði, hann sagði, you know why I love Tom Cruise? Because he is dedicated on dying on film for us. And you can't hate that. He's just willing to die for us to give us a blockbuster. Ég meina, ég er líka nokkuð vissu það að hann hafi hangið utan á flugvélinni. Já, hann gerði það. Í byrjunartrýri. Hann gerði það. Hann var auðvitað alltaf á festa. Já, en hann fjekk þarna. En þó, ef mér er þið búið þetta, með einhverju festingum, ég myndi segja nei takk. En pælið hvað gerir myndina skemmtilegri að það þurfi ekki nota stöndabúl. Já. Og þú sér þess að senu þegar hann klifra og gera auðvitað, það bæti við. Hún verður meira immersive. Það verður bara eitthvað, hann er að gera þetta sjálfur. Einmitt. En mér finnst samt pínulegilegt, við kannski koma aðeins betur inn á það eftir, við fyrir að tala aðeins meira um Mission Impossible myndar. Já. Finnst þetta alveg pínulegilegt hvað þessar myndir virðast verið í dag, það er alveg flott gerðar og svona. Já. Mér finnst þetta svo snúist bara hvaða stönd getum við gert næst? Í staðinn að segja mér góð sögu. Ég er sammálaður þarna. Svona einhver leiti. Já. Að þið berðu saman bara fyrstu Mission Impossible við nýjustu. Ég veit alveg hvora ég kýs. Fyrsta Mission Impossible er með besta söguþráðin. Það er líka meiri thriller. Já. Brian De Palma maður. Nákvæmlega.
Ben Palma geður ykkur. Já, En þú skilur, nú 2 ára byrja lélegust, John Woo myndir, hún ræðileg. veist, hún var góð í sána fyrst. Fannst þér góð þá? Já, hann paldi, veist, ég tók baka, Limp Bizkit var aðaltitlaði í þessu. Og ég dýrka í Limp Bizkit á tímbili. Veitu, hvaða lag voru þeir með? Eitthvað svona frumsami fyrir myndina? Já, þeir nótuðu stefið, dæma að gera eitthvað lag fyrir það. Já, remixuð eitthvað svona Mission Impossible stefi. Já. Ó, það svona ræðilegt. En samt John Woo mynd með Tom Cruise, það var svolítið cool. Fljúandi dúfur og eitthvað svona, geggar cool. Já, það samt. John Já, Woo já. klikkaði big time þegar hann kom til Hollywood. Maður verður að elska þetta fyrir það sem það er. Svona ýktar hasarmyndir. Mér finnst bara stór munur á að horfa á Hardboiled sem ykt hasamynd Já. og svo Mission Impossible 2. Já. Það er bara svo mikið gæðamunur. Já. Mér finnst það. Og eins með Mission Impossible 2, ég reyndi að horfa á hann aftur fyrir kannski svona 2 árum. Já. Ég hafði ekki séð hana síðan í bíó. Okay. Málega, ég hata Mission Impossible 2. Ég stundi sagt í þessu þætti. Já. Mestu vombriði ever hjá mér. Þegar ég fór í bíó, labba út á bíónu, mér var líkanlega illt. Mission Impossible 2? Ég var fyrir svo miklu vombriðum, það eru 2 myndir. Ok. Mission Impossible 2, að ég var svo spenntur fyrir henni. Já. Ég elskaði fyrstu myndina Já. og ég elskaði John Woo. Hann var að gera Mission Impossible 2, ég bara, fuck, þetta verður geðveikt. Það er vombriðin, að ég man þegar myndin er cirka hálfnuð Já. og hann er að elta einhverja konu og einhverjum bílum og það er eitthvað snúast í slow motion og ég var bara, oh my god, hvað er ruglað þetta? Já, þannig þau eru eitthvað svona caught eyes Já. og þeir lendur svona akkurat á kliffinu. Þetta var Ræðilegt. Og ég Þeir veist festast svona saman og svona já, þetta er ræðilegt. Það er þess súmynd og svo Born Supremacy. En við ætlum ekki að tala meira um það. Já, wow. Ég fílaði Identity. Ok. Með Mission Impossible 2, ég reyndi að horfa aftur á hana. Já. Ég hafði ekki séð hana, ég meit, hvað kom, 2000? Jú, 2000. Já, 20 ára góðan mynd. Og ég hugsaði með mér, ég ætla að gefa hann annað sjens. Ég mundi lítið eftir henni, ég mundi samt ég var fyrir ræðilegum ábröðum. Já. Ég gat horta á svona 40 mínútur og þá ætti ég að slökka. Þetta er hræðileg mynd. Og hún er svo leiðileg. Æ, ég veit ekki, ég til að horta á hana. Bara svo bara fönnið. Og Cruise með sítt hár. Virkar ekki. Og hann er tannaður í þessu mynd líka. Hann er gett tannaður. Hver bjóð til lukt? Get see that is svona serve. Yeah, dude, you're Mission Impossible, bruh. Oh my god, hann er stuttkliftur í fyrstu. Vertu bara þannig. Ekki verið með sítt hár. Það er ekki cool. Nei. Í Mission Impossible myndunum. Ég þóla ekki. Hvað heit seinasta? Mission Fallout. síðasta. Mér er svo gegg. Er hún listan einu? Nei, hún er ekki listan. Engur svona hans myndir á listanum. En Henry Cavill er svo geðugur hann sem vondikallin hann sidekickin. Atrið hann í baðherbygginu. Eina góða atriði myndi. Myndum á True Lies atriðinu. Jafnvel betra. Ja, betra, já. Það er eina, ég verð að segja þetta með Fallout. Af því Henry Cavill er gauð sem ég dýrka. Elska Henry Cavill. Það er man-crushið mitt. Mér líka. Hann er ógeðslega cool gaur í alvöru lífi. Hann gett hjartagóður, tölvil, algjör nörd, sko. I love that shit. Hann virkar svo almennlur. Og ég horf á svona gaur sem fylgist með hver með svona alvöru líkama á Hollywood sem nota ekki sterar. Og hann er sterað í drast. Nei. Þú ert að djók. Þú hefur séð hann í Man of Steel. Já, en máli er, það er gaur sem sko sem sýnir að hann er með fáum í Hollywood sem ekki steraður. Svo þú sér bara hvernig hann var og hvernig hann byggir og hvernig vöðan segir og þegar ekki út að æða og svona dæmi. Hann er natural. Og það lætur mér líka betur við hann. Heldur þú að Henry Cavill, þessi yndisleg mannvera? Sem steraður í drast, já. Nei. Það er ekkert aðeins stera sig. Ég veit það, en hann er samt ekki að gera það. Þú vilt meina það að hann hef ekki sett neina steri í sig eins og fyrir Man of Steel. Nei, því hann er búin að vera í góða formi alla ævi og hann gaur, þetta er svona eitthvað svona trainer gaur sem er bara veit munun á þessu og veit mataræðans og svona dæmi. Hann þarf bara að skoða líka með henn og sér bara. Herru, veistu það, Kíló, ég ætla að googla hana. Topless Henry Cavill, Man of Steel. Ég held að munir ekki hvernig að leita út í þeirra mynd. Jú, hann er huge. Þessi maður. Já, þetta er myndi sem Gunnar notaði líka. Veistu hvað hann er búin að stera sig? Nei, veistu hvað þetta er natural? Því hann er ekki útsprengtur í æðum. Sérðu þetta? Þannig að þú sérð engar æðar útsprengtar. Það er the telltale sign og þú ert að stera ef þú ert bara, ef ég sé bara alla æðarna þínar.
þú sér ekki einast æð á handlegginu hans. Ok, spurning. Ekki, ég tek ekkert blass með henni Cavillina, sko. Ég dyrka hann. Ég að segja, horfðu á hann og horfðu síðan og skilur Chris Hemsworth. Nei. Já, Chris Hemsworth og hinn Chrisin American Pratt. Nei. Nei, já, líka hann og Chris Evans. all the Chris's. Þau eru allir með svona æðar, þrútnir handleggir, styrar. Ok, þá ætti ég að spyrja, Hugh Jackman í Wolverine. Ég myndi, Sérstaklega í Wolverine 2. Já, tjekka bara hvort hendunar eru allar æðar og sé bara æðar. Er það að segja með það að Það er the telltale sign og þú styrar. Líka minna voru að vaksa allt of hratt og æðnin á ekki þrengja svo mikið að. Sér henni Cavill, búm, enga svona útþrútnar æðar. heldur þetta sé bara að hann var dulur að mæta í ræktin og borra rétt? Já, þegar hann fer ekki um allar tíðina hann er búin að vera íþórtumar allar æfi. Þú horfði á líka hans áramað frægur og allt svona dæmi. Það er ekkert mál fyrir hann að setja á sig 15-20 pund fyrir hlutverk. Því hann er bara það heilbrigður og góður, bara dedicated gaur. En getur ekki verið að þessi gæjar eru með þvílík sambönd? Jú. Að hann getur fengið bara, hann fær bara koktur frá lækni. En þú er að fatta, 95% af leikurinn út að stera, já. En mér fannst bara svo cool að hann gera það ekki. Sem sýnir bara hvað hann er miklu, bara cool dude, I like that. Hann er svona, fattur þau? Ok, bara stutt með hann í Fallout. Já. Ég var svo spenntur að sjá hann. Ég meit. Ég var bara eitthvað, yes! Og hann líka með yfirskegg, sem ég fílaði hann með. Og ég hugsaði mér, þessi gaur er eitthvað, þetta er nagli. Herðið, svo byrja myndin. Þeir hoppa út úr flugvélinni. Það bara líður yfir hann í loftinu. Ha? Krúsar á bjargunum. Já, ég man ekki. Manstu ekki að hann missi meðvitund? Það? Og ég hugsaði mér, er hann bara auðlýr? Akkur man ekki þessu. Ég get svo svar, ég bara sé Fallout einu sinni. Já. En mér minnir þetta sér rétt sem er. Þeir hoppa út, þeir taka eitthvað svona Halo jump í myndinni. Já. Og að því hann var með eitthvað svona, mér minnir það, hann hafði verið með eitthvað að stæla. Já. Og Cruise segir eitthvað, nei, þú mátt ekki hoppa fyrir þarna eða blá blá. Það bara, ég get alveg hoppa núna, hoppar. Svo byrjar hann bara eitthvað svona flailing around bara í loftinu, missir meðvitund, Cruisear að bjargunum. Er þið byrjunum myndinni? Já, það er snæmi myndinni. En er þetta ekki bara til að setja upp eins og hann er ekki en ógn, en síðan þegar hann virkilega gerur þá er hann virkilega ógn. Sálfræði. Hann er bara sálfræði að dominata Tom Cruise hana. Mér fannst hann aldrei vera ógn í þessum veita, því mér fannst bara að auðli. Svo fyrir lendur hann í þessum closet fight. Já. Manst í trailernum. Þú fekkst smá brot af closet fightnum. Og hann gerir eitthvað svona með skyrtun eitthvað. Já. Ég var bara eitthvað, what, þetta er geðveikt. Herri, svo horfður á myndina, hann gerir þetta og svo bara kýldur. Já! Hann er ekki... En svo hlaða byssunar. Já. Hann er svo hlaðið byssunar. Já. Svo bara lamin. Auðvitað, Tom Cruise er hetjan. Það getur að lemja Tom Cruise. Já, en þú byggir upp, ef hann er vondikallinn, byggði hann upp sem einhvern nagla. Það er sem ég vil. Ég vil ekki að vondikallinn minn sé einhver auðmikið. Nei, það er líka, við erum að horfa hann upp á senast 20 ár. Það er engin alvöru geðsjúklingar sem vondikallinn lengur. Svona sem þú virkilega hræddur við. Villin á að vera gaur, eins og villinin í Inglourious Basterds. Þegar þú bara, ok, þetta er bara gaur. Þú er bara hræddur við hann tíman, hann kann tala við því. Já, hans landa. Já, og svo tökum bara svona randomli myndin með Forsyth með Steven Spielberg. Nei, ekki Steven Spielberg, Steven Seagal. Þetta vondi kallið. Já, hann lappa bara og bara skaut full. Hann var snargeðu. Maður skýt hræddur við þá. En það er eitthvað svona klassísku 90s vilja. Já, en bara viljans þarf bara þetta að vera hræddur við þá. Og minnst ekki gera, Hollywood þorir ekki að vera grófir. Sérstaklega svona, því meiri peningur sem setja myndina, því minna edgy er hún. Já, ég er að hugsa, ég getur þessi rétt sér, ég er að hugsa bara... Því meira peningur sem er í húfi, tökum við enga séansa. En ok, tökum nýlegar hasamyndir, svo John Wick. Já. Vondakallar er ekkert eitthvað... Þeir eru ekkert góðir. John Wick er bara, það er enginn betur en John Wick. Og líka það er enginn svona eitthvað psycho. Vá hvað það er góðu punktjöður. Það er enginn svona, auðvitað svona The Syndicate, eitthvað svona, ég var hætti við það. Það er góðu punktur. Þetta er þitt punktur? Já, ég var ekki að fatta með John Wick líka. Það er ekki nóg sterkur villan í þessum myndum. Þetta er bara svona throwaway villan sem hann stúta bara eins og one-on-one, ekkert maður. Það er enginn svona adversary, svona nemesis, nema karakterinn hans Common. Hann kemur tilbaka. Hann var samt ekki crazy. Nei, ég veit... Þú ert að tala um það, ekki? Þú ert að tala um Gary Oldman í Leon.
Já, Crazy. svona crazy, já. Hvar eru þessi gaurar? Pillupoppandi eða bara, þú veist, bara eitthvað geðveikt tæpur í skapinu. Þess vegna fílaði ég, mannst þetta hérna myndina hérna sem heitir The Rejects eða það var það A-Team, sko önnur mynd sem betur comic book. Nei, þetta er Losers. The Losers. Hérna, Robert Patrick. Jason Patrick. Mér varst hann svo góður því hann var bara drepandi lið, herru vinstri, bara skjótandi. Kom eitthvað, herru, sólinn fór á mig. Búm, skautan bara, ég var oh my god. Hann var psycho, ég fílaði það. Ég var búin að gleyma Mér varst Losers miklu betur en A-Team. Aha. Já. Hún fór svo undir aldarinn, mér finnst svo skemmtileg. Ég hata það á sín tíma. Miklu betur en A-Team. Miklu betur. Losers. Kannski líka því ég las bókin, hún var ekki sérstök. Yeah, I like that movie. Já, en Psycho í bíómyndum. Já. Svona vondir Psycho, þetta er rétt. En svo Tom Cruise í fucking Tropic Thunder, hann er fucking psycho. Myndir þetta hann við liðin á Gary Oldman og Já. William Force? Nei. Nei, og svo var hann alveg pínu psycho líka í Into the Vampire. Hann var líka alveg Psycho í Collateral. Herru, já. Collateral listanum mínum. Líka mínum. En þú varst ekki svagnar hérna? Collateral? Elska Collateral. Og er með að mismunna? Nei, ég er ekki það mikill aðdáandi af hérna Jamie Foxx. Ég fíla hann sem góð mynd, en wow, Collateral er góð. Mér finnst ekki. Byggjum svo mikil spennu og tension alla myndina. Mhm. En mér fannst Jamie Foxx ekki rétt ykkur. Hann legði þetta mjög vel. Fannst hann ekki passa? Jú, Mér finnst það góður. passaði, en mér finnst alltaf þegar Jamie Foxx er hlutverki, hugsa bara svona, það er leikar sem getur gert þetta betur. Mér finnst bara hann er of mikið grínkall og bara fjessi hans er alltaf mikið grín og líka ég þekkt, hann er fyrst og fremst þekkt þess að vera grínisti. Já, ég meina, byrjaði hann ekki þannig? Jú, grínþættir, uppistandari og svona dæmi. Mér finnst hann tala ég er að hugsa, mér finnst hann svolítið dramalegri. Hann er Vann hann ekki fyrir Rey? Jú. Hvernig fannst hann í þeirri mynd? Frábær, hann átti skilur velun, skilur. En þið fannst hann ekki þú of svona gríngaur þar eða? Nei. Þið fannst að sleppa það? Það er hann líka að leika bara svona kartjur af, hann er bara að leika akkurat, hann er svo góður í röddum, skilur. Og eftirhermur. Já, fannst þér hann rauninni bara að vera eftirherma í staðan fyrir persóna? Nei, kannski dansa á línunni. En já, ég fíla að Jamie Foxx tætlur, en mér finnst hann bara, eins og núna, hann virkar ekkert, hann átti pínu tímabil sem aðleikari, svo fólk að fatta hægt rólega, hann er ekki leading man lengur, hætti að setja henni aðhlutverki. Hvað er sem Django? Hann er góður í Django, en það er bara út af Tarantino. myndin, og Tarantino getur ekki hvert sem er verið góður, skilur. Já. Ég hefði til að sjá Will Smith sem átt að leika Django. Ég var svo til að sjá það. Ég held að Will Smith hefur meira karismatik fyrir þessu. En hefði hann ekki komið, ég aðeins rætti með það í þessu podcasti, að Will Smith hefði mögulega getað leikið Django. En hefði hann ekki komið með, minna Tommy Valgis hafi komið á punkt, hefði hann ekki komið svolítið mikið svona pakka með sér og hann er kannski heimta ekki, ég var að gera lag. Nei, hann hætti því way back, sko. Er það? Já, hann hefur ekki gert lag fyrir bíómynd í 20 ára. Er ég bara fastur í Wild Wild West og Man in Black, 20 ára gala myndir. Já, kannski. Og hann var ekkert með lag í iRobot. Nei, hann hætti eftir Wild Wild West, það hætti hann að gera það, því það floppaði svo mikið. Það var líka Myndin og lagið. ruslmynd. Mér finnst það skemmtilega. Ég fíla allir svona steampunk myndir. Já, ég er þetta, var ekki Kevin Kline í líka? Jú, Kevin Kline alltaf geður ykkur. Já, I love Kevin Kline. Ég er þetta að fíla hann. Hann með finnustu og betri leikurinn sem til er. Leikur sem að sér ekki á hann og mikið. Hann er vannmyndin. Hann er mjög Ég vannmyndin. höldum að fyrir Tom Cruise. Já, þú ert að fara bara... Sorry maður, svona að tala kvikmyndir. Ég man ekki hvað við vorum. Ok, förum bara, það skiptir ekki máli hvað röðu við tökum þetta. Herðu, Collateral, jú býtu. Já, Collateral. Við erum ekki bara að ræða hann alveg. Nei. Af því í þeirri mynd, af því hún er pínu merkileg, af því það leikur hann leigum hún ekki. Og hann er vondikall í þessari mynd. Cold-blooded. Hann er cold-blooded, hann er vel þjálfaður og ég elska hann með grátt hár í gráum jakka. Já, bro! Þetta er besta looki hans á fucking filmu. Er það ekki? Ég ætla að spyrja þig. Langt besta looki. Hefur hann einhvern tíðan verið útlislega svalari? Nei. Ekki séns. Ég skora fólk sem er að hlusta þennan þátt, ef það er ekki sammála okkur, að setja í kommentur neðan YouTube-vídeóið að þessu þætti, að því ég held þú getur ekki fundið útlislega svalara lúk fyrir Tom Cruise heldur en Collateral. Nei, geðvögt. Hann er ógóð, smá skeggrót og þetta er bara, þetta er geggja lúk.
Gekkjalug. Var svona mundur eftir að Jason Statham var í henni? Í Collateral? Nei. Ég horfði hann bara nokkrum árum. Hvar leikur Jason Statham? Hann leikur gæjan sem réttur töskunni í byrjunni. Hann bara í 2 sekúndur eða eitthvað. What? Já. Jason Statham. Já, ok. Varstu að gleyma þig? Ég bara tók ekki svona eftir því. Þetta var smá fun fact fyrir þig. Þá ætti ég líka að spyrja þig, út í eitt. Ég man ekki hvort þú bara ræði þetta. Mér varst alltaf skemmtileg pæling. Að því að Vincent, þess karakterinn hans í Collateral, hann er grjótharður legumanningi. Já. Og maður bara eitthvað, shit, þessi gaur er rosalega fær. Maður fær að sjá það í myndinni, með að klúbadri geggjað. Það skýtur gæðina þar og fokkaði með Og það er allt gert eins og Michael Mann gerir. Þetta gæti alveg gerst, veist. Mér líður eins og þessi gaur gæti, veist. Þetta er ekki svona ofur íkt, þetta er svona alvöru þjálfar hermaður sem getur gert þetta. Já, og þú kaupir alltaf... Já, kaupir þetta, já. Já, og alltaf þetta svona gunplay hjá Michael Mann, ég held svo skemmtilegt og vel gert. Já. Ok, við sjáum hann í þessari mynd. Bara frábærlega manningi. Já. Og það var einhver sem spurði, bara hvað á netinu, ég las ekkert einhver þráð. Spurningi var, það var stuttundur eitthvað eftir okkur út. Hvor myndi vinna í fight? Hvor er betri legumanningi? Vincent í Collateral eða Leon í Leon? Vincent, alveg bókamál, sko. Í hand-to-hand combat. Nei, spurningin er bara, hvor var betri? Það segja Vincent. Ég ætla að segja hvað eitt sagði sem ég var svolítið að fyndi. Ok. Hann sagði, og þetta er svo spoiler fyrir Leon og Collateral, fyrir það sem ekki séð. Já. Hann sagði að það er mjög einfalt svar í þessu spurningu. Það þurfti heilt lögreglulið til að stoppa Leon. Já. En það var leigubílstjóri sem draf Vincent. Ógeðslega góður punktur. Oh my god. Everyone. Það kom bara öll lögreglu stöðin. Get me everyone. Everyone. Já, þetta er góð punktur. Að þegar fyrst ég las spurninguna, þá var ég að hugsa, hvor ætlaði myndi vinna? Hvor er betri? Svo las ég þetta komment. Nei, maður gleymir, ég var búin að gleyma hvað Leon var ógeðslega klár. Hann virkaði sem ógeðslega dömm, en hann var ógeðslega klár. Sem leigumorðingi. Sem leigumorðingi. Hann var mjög barnalegur og næf með allt annað, en sem leigumorðingi, já, það er góð punkt í þaður. Hann var bara að plata alla, hann var bara að hugsa fyrir öllu, vegginn, þannig. Hjekk fyrir ofan hurðina, lokaði hurðina eftir svokkvörunum. Já, það var fucking gay, ég var bara að gleyma þessu maður. Svo hendur þessi niður og skýtur. Já, alltaf löguna. Svo þegar hann lítur við, þá er byssan við hlina honum. Release the girl, eitthvað. Oh my god, ég var sátt sem eins á 20 sinni, mér horfa á núna. Let the girl go. Let the girl go. Þá hann, þetta er svo geggjuminn. Svo þegar hann skýtur. Let the girl go. Svo þegar hann bakkar, hann tekur shotgun, hann bakkar með hann. Já, skýtur hann. Svo skýtur í drastlið og gefur svona úðar eitthvað svona. Já, og gaurinn er bara, oh my god, he shot the guy. Og hann var ekki búin að skjóta gaurinn. Nei, og þeir drápust einn mann. Herra, já, Leon vinnur alla daga. En ég held samt sko on hand-to-hand combat. Það myndi Vincent vinna. Já. Ef þú tekir byssuður að þeim, já, byssuður að þeim. Þá var það Vincent. Ég væri til að sjá príkúl af Vincent. Ég líka, sammála. Bara eitthvað annað dæmi, hvernig hann var svona origin story af Vincent. Ég er bara að væri frekar til í það. Sjá hann gera bara eitthvað mission. Ég veit það. En það er alveg aðri Collateral sem eru drullu góð. Mér fannst það alveg spennandi köflum. Það er ekki neittlegur punktur. Michael Mann byggir svo mikið tension. Þú er bara, hvað var að gerast? Oh my god, shit, og í löggunni eftir hann líka. Svo þarf hann að segja, plata andra að fara inn í klúbbin og tala við hann. Mér finnst það svo gott handrit líka. Ég held ekki að þú er ekki hrifin að Nei, ég elska Collateral. Því mér finnst það æðislega. Ég er búin að hafa nokkuð svona mánu, sko. Ég horfði hann fyrir stuttu síðan og ég sýndi kæristun, hún aldrei síðan hana. Ég á pínu svona, því hún er ekki mikið fyrir svona byssudótt. Henni fannst það geðvik. Já. Að því hún virkar líka sem spennumynd. Já. Hann er að fara í gegnum þessi skotmörki sín. Hann að keyra hann, leigubílstjórinn og svo alltaf endan á því að... Þetta er geggjur koncept. Þetta er cool koncept. Geggjur koncept. Já. Mjög cool. Rópa. Ég með baklægir, ég með borðin eitt í dag, ég kom beint hinga. Takk fyrir að fórna þér hérna. Þú getur fengið þér snakk og viltu eitthvað. Já, að ég grif mér einn hérna. Viltu fá þér Subway-bát? Nei, en ég elskar Subway. Ég elskar bræðing. Horfðu frekar þessa kameru? Ég elskar Subway.
Bræðingur. Ég elskar líka svo fyrir. Ég ætla að búið stutt á klippu, gaman að þessu. Já. Ok, Collateral, frábær mynd. Heldur þessi vannmyndin? Myndur segja það? Ég myndi ekki alveg pínu vannmetin, en fyrir það sem ekki séð hana, þá mæli ég með að sjá hana, sko. Þú veist, þeir sem hlusta hérna er ekki bara Collateral, hún er bara 4,5 stjörnu mynd, sko. Ef ekki 5 stjörnu mynd. Hvað myndir ranka hana við hliðin á Heat? Heitir þetta betri, fattur Er Heat miklu betri? Já, auðvitað í heldina, skilurðu. Já. En Collateral er bara beint fyrir neðan, skilurðu. Hún er betri en maður við væsmyndin hans. Já. Hvað það er mikið klúður maður? Mér leiði eins og að horfa bara auglýsingar á tímanum. Bara hvað, eitthvað 6 mínútur sturtaðatrí í maður. Ég bara hvað, að horfa sáparrendin, eitthvað rassin, eitthvað gaurum minna. Hvað er gangi? Eitthvað svona, döfsápa, eitthvað. Mér er samt þykir pínu vænt Miami Vice myndina. Hún er töff, hún er cool as fuck. Nei, því hún er bara eitthvað svo... Maður þegar ég sá hann, ég bara, hvað var ég að horfa? Ég þarf eiginlega að horfa hann aftur, því ég var svo vonsökum með þessa mynd. Ég var svona, vá, hún er ógeðslega flott. Ég var bara fuck leiðilega, hugsaði mér. En mér nefnilega litist ekki. Mér finnst hún áhugaverð. Af því að hún er svo skrítin. Af því að Colin Farrell er eitthvað, hann er svo mikið eitthvað að leika töffara. Og þetta er eitthvað svo ýkt og asnalegt, en samt skemmtilegt. Gunfight dótið er cool í henni, sann. Já, allir Gunfight Michael Mann er góð. Það notar svona alvöru shit. Hvernig er þetta Public Enemies? Hún er fín. Bara fín. Ég er ekkert að vera að downloada og horfa hann aftur, skilur. Nei, þú ætlar ekki að stela og horfa hann aftur. Nei. Ég satt komið, ég er með Disney Plus og Netflix. Já, þú donnaðis lögulegri. Já, ég er að taka allar Jurassic Park myndirnar, sjá hvað það endast vel. Fyrst er svo góð, maður. 2 líka. Bíla 2. En finnst það ekki fyrst að törra fyrir þig? Ég veist, auðvitað því ég sá hann sem krakki og þú sást þessa mynd og líka allar brellunar virka ennþá. Já. Þú veist, þetta lítur bara fucking vel út í dag. Já, hún er svo skemmtileg. Fattur þú? Steven Spielberg er bara eitt bestu storytellerum sem til er. Alla myndina sem er geðvika söguþráð, aksjón, flotta senur. Af þeim leikstjórum, og það er fínt kannski, þetta tengist náttúrulega svolítið Tom Cruise, hann er unnum með Spielberg. Já, tvisvar. Hvað það var Minority Report? Og War of the Worlds. War of the Worlds, já. Og Spielberg, ef við hugsa katalógin hans, eru margir leikstjórar sem komast nálagt þessum katalóg. Við bara búið gæði og... Jú, þú getur kannski hugsað með Stanley Kubrick, en Kubrick gerði ekki það marga myndir. Nei, hann gerði ekki stórmyndir, sko. Nei, hann gerði ekki það marga myndir. Spielberg, jú, hann er búin að gera inn á milli, jú. Er Spielberg eitthvað tíma búin að gera eitthvað svona alvöru hasarmynd sem var ekki tengd í eitthvað stríði? Jú, Minority Report. Minority Report. Geggjum spennumynd. En já, en er það ekki með... Hvort myndir við flokkar sem hasarmynd eða spennumynd? Hvað munur hasarmynd og spennumynd? Það er munur. Hasar er bara spennað, ekki? Nei, þetta er svo Seven fyrst með að vera spennumynd, ekki hasarmynd. Silence of the Lambs fyrst með að vera hasarmynd. Action thriller. Nei, fyrst með að vera spennumynd, segi, ekki hasarmynd. Er spennumynd thrillermynd? Já. Ok, já, segð thriller, ég veit ekki hvað það er. Ég mun segja bæði. Þetta er bæði thriller og mann er þetta bara líka bestu sci-fi myndun. Geðvig sci-fi mynd. Ok, tölum við þessum hana, því að Cruise vinnur okkar leikur í henni. Líka varst, allt þetta fræga hérna með hendurnar, hann færast hana. Hún er geðvig, hún er líka svo flott. Ég fíla hérna sem J.J. Abrams stál og notar alltaf þetta lensflare alltaf í myndunum. Já, ég veit. Finnst, er landsjóðsvæstana? Já. Mér finnst það útlýslega. Já, hún er bara eldast vel því það fór allir svo að nota þetta svo mikið. Já, mér finnst að lúkja hann baka með smá. Ég fíla svona blue-grey tones. En það sem er eitthvað töff, já, ég skil því. En það sem er mest töff í Minority Report er að Spielberg settur svo mikið púður í. Ég held mér að tala marga ykkur á vísindumenn eða professora eða eitthvað. Bara hvernig verður þetta eftir, ég man ekki alveg ártalið eftir 30 ára eða eitthvað. Hann vildi hafa þetta eins og raunverulega þá hann geti. Já, ég sá þetta dæmi eins og með fílan á. Já, og það hún lúkkar alveg svona raunveruleg sci-fi mynd. Einmitt. Að þess að hann var að tala um eitthvað svona monument svo eitthvað, þetta verður alveg til 30 ár. Skilur við? Þetta verður ekkert allt bara eitthvað, skilur við? Þetta var svolítið svona blanda. Svo er svona litlu kóngulegar, veistu þeim? Já. Þannig að, svo getur svona að taka skanna auga og svona, það er spennandi þegar það er að læðast inn í, það er mjög spennandi. Læðast inn í íbúðuna, húsið, og hann er búin að skipta
augu, Já. má ekki taka þessi bindið. Já, tjóða gott aðtrið maður. Manstu ekki? Já. Það er að fara hann í svona bað. Og loftkúlan Já. kemur hana. Já. Og hann heyrir það. Þá snýr kóngurinn við. Ógeðslega góð mynd, maður. Þetta er drullu. Eina bestu sci-fi myndunum, án gríns. Já. Þetta er svona thriller, action. Mér finnst þú samt svolítið gleymast. Já, söður hann geðveikur. Allt með þetta precogs og allt dæmi. Þetta er bara geðveik. Það er mystery í þessu líka. Já, Það er mystery. ráðgáta. Hún er líka byggð eftir hérna Görnumann sem hann fræja. Hvað heitir hvernig sem gæst að sögu? Er þetta Philip K? Já, þetta er Philip K. Dick, já. Ég held að hann sé bara búin að því ég var að taka upp sci-fi þætti með Toma Valgis og Philip K. Dick, þannig að hann hafði bara samið allt. Það er allir búin að gera myndir hann maður. Bækunar hans. En ég googlaði það eins. Philip K. Dick skrifaði 44 skáldsögur og 121 svona eitthvað svona stuttarsögur. Þannig að hann er greinlega að gera delling. Já. En Minority Report, það leikur hann John Anderton, Já. Tom Cruise. Hún hlýtur að vera í top 5 á Tom Cruise myndunum. En hún er listan á mínum. Já, hún er líka mínum. Já. Við finnst það stundum fólk kannski ekki gefa henni respekt. Er það? Já, smá. Ég held að svona alveg kvikmyndur vel bara fílan í bótt, sko. En þegar þú sagðir á hann, Tom Cruise fær kannski ógeðslega mikið hatur bara út Að þeir eru Tom Cruise. Að þeir eru Tom Cruise, já. Já. Svo eru sumir sem hafa mitt sagt að ég segi kannski fólki að ég dýrka Tom Cruise, þú veist hann æslu. En Já, þá segir fólk, en hann er samt í vístikirkjunni eitthvað, hann er bara klikkað. Já, hann þarf ekki að vera vinu minn. einmitt. Mér er bara gaman að horfa á hann sem performer. Já, einmitt. Ég get alveg aðskilið. Já, þú verður að gera það. Ég fann að trúa því. En svo veist svona, ég mun aldrei, ég mun pottitt horfa á fucking Seven og myndir með Kevin Spacey áttu, skilur. Já, ég meina gamla stöffið er ennþá gott. Já. En heldur þú hefðir mikinn áhuga að horfa á nýja myndir með honum? Ég mun horfa á hana bara til að sjá hvernig hún er. Þetta var drasl. Já, ég verð að sjá hann bara svona, sjá hann á botninum. Svona. Sjá hann á botnum. Já, bara svona, you've hit the bottom, Kevin. Fucking vorkið hann ekki raskat, maður. Hvað sér þau? Vorkið hann ekki neitt. Hann má vera á botninu mín vegna. Já, já. Hann stútaði sig sjálfur. Með að vera veit eitthvað fucking ógeð. Einmitt. Ok, förum við ykkur aðra með. Tom Cruise. Ég er líka með The Firm. Þú komst aðeins inn á hann aðan. Já. Mér finnst hún geggjuð. Hún er geggjuð thriller. Já. Það er mitt, ég myndi kalla það thriller. Það er spennum minn. Já, ég fíla þessa 90s lögfræð thrillera eins og Pelican Brief og eitthvað svona, það var alltaf svona... Ég þarf að sjá hann aftur, maður. Já, eitthvað svona, svona fyrirtæki eða lögfræð, espionage og eitthvað svona venlega manneskja verður óvart inn í, hún er svona hluti af eitthvað þvílíku stóru máli. Ég elska. Ég fíla þetta. Svo er kannski ykkur sendir eitthvað svona, eins og legumóni gera eitthvað til þess að, eitthvað svona nýta, lausa, hnúta eitthvað. Það var það með þessi í The Firm. Varstu Gary Busey í henni? Já. Það er ekki Gary Busey sem leikur... Nei, Hann leikur engarspöðara? Já. Minnar sér, Gene Hackman í henni. Gene Hackman. Fullt af flottum leikurum. Ég þarf að kíkja eftir að Firm, ég fíla hann í botti ég sá hana. Hver leikst henni? Varst það? Sidney... Pollock? Ekki Sidney Pollock? Aha. Ekki. Vá, ég er búin að glega hver leikst henni. Ég held að Sidney Pollock. The Firm, maður. Og líka bara þetta cover, mann maður alltaf eftir þessu cover. Já, öll þessu cover, mann. Ég Sidney Pollock, það er rétt sér. Já, Sidney Pollock, já. Já, það er rétt sér. Já, Gene Hackman. Ed Harris. Já, þetta er alltaf góður. Ég var að gleyma honum. Holly Hunter. Gary Busey. Já. Og Tobin Bell, sem var frægur fyrir Jigsaw. Já, auðvitað. Hann leikur svona legumorðingja. Ég þarf að kíkja á þessu mynd. Ég þarf að reyða hann upp. Mér fannst hún æðisleg. Það myndir ekki bara lýsa sem svona thriller. Jú. Thriller. Action thriller. Mér fannst líka Devil's Advocate skemmtileg. Devil's Advocate. Með Keanu Reeves og... Það er ekki. Ég fíla henni í bótt. Já, þú fíla hana? Já, ég fíla henni í bótt. Mér finnst hún, þó svona, það er yfirnáttúrulegt element í henni, það mér finnst hún skemmtileg. Ég fíla allt svona. Hvernig getur ekki elska Al Pacino að leika djöfullinn? Come on. Og tengist því svona lögfræðheimi. Svona, já, það er fucking djöflar. Gæði myndlíking maður. Lögfræðingar sér djöflar. Selja sáluna sinni fyrir fræða frama. Þessi mynd er bara myndlíking fyrir Hollywood. Já, þú meina það. Það er alveg góð. Já, hann er svona, veist, þú wide-eyed kid, svona illa að vera lögfræðingur. En svo leikar sér fyrir Hollywood og svo bara, nei, svo fattar hann bara heiminn, bara evil. En það er ágætt að við erum að tala um Devil's Advocate. Það er eitt sem við okkar nefnir samt við hana. Þar gerist svolítið það sem ég var að tala um áðan. Þú með Al Pacino og Keanu Reeves.
Al Pacino getur Keanu Reeves. Já, Keanu Reeves er bara Hann er ekkert að fara það geta allir Keanu Reeves eða kemur að því að leika. Þannig ekkert góð leikari. Nei. En ef þetta hefur verið Tom Cruise, þetta er svo Gene Hackman. Oh my god, Tom Cruise hefur góður þessu. Já, en ímyndaðu þetta förm. Gene Hackman getur ekki Tom Cruise. Skilur, hann er alveg að halda í það. Já. En ekki Keanu Reeves. Það er bara, að ég fíla þetta ég fíla Keanu Reeves. Já, ég fíla hann, já. En maður þarf að hreinskilin, það ertu með heavyweight leikara í Al Pacino að móta ykkur featherweight. Það er ekkert sangjant. En vissir að Keanu Reeves tók pay cut til að fá Al Pacino í myndina? Já. Já, menn það ekki cool. Það er ekki. Keanu Reeves er ábygglega Hann er bara engill í mannsmynd. Já, hann er það. Það er ábygglega mannsmynd sem langar hitta mest í heiminum. Mér langar að segja höndin á Keanu Reeves bara svona, hey, girl, I love you, man. Bara, mér langar bara... Ef þú getur ekki að velja eitthvað frægan? Já, það er Keanu Reeves. Af öllum. Ef ég mætti fara út að borða og skvella við hann í 2 tíma, það var fucking Keanu Reeves. Ég veit hvað ég myndi velja. Leð mér giska. Kevin Spacey. Þetta er hvað? Velja eitthvað ókjör. Ég er talað um Harvey Weinstein núna. Það er eitt frægur, einstaklingur, sem að, ef við erum að tala um svona matarbóðu eða eitthvað, þú getur fengið að hitta hann og spjalla við manneskjuna. Já. Það er bara, þetta er fullt af fólki sem ég vil til að hitta, en það er eitt sem bara kemur sterklega til greina og er það alltaf mitt number 1 pick og búið að vera í mörg ár. Já. Þú giska? Það er ekki Kevin Spacey. Þetta er leikstjóri. Leikstjóri? Quentin Tarantino? Já. Já, ok. Það er Tarantino. Ég held að maður gæti... Ekki segja neitt neikvætt hann. Býta þess, ég elskar Quentin Tarantino, ég gef Quentin Tarantino, en ég held hann er svona gaur sem gætir ekki höndla í langar tíma. Að hann er svo hyper. Hann er svo hyper og tala svo mikið og bla bla bla. Pottit gaur sem var svona, oh my god, ég hérna Quentin Tarantino og svona klukkutíma svona, shit, hann halda kjafti, skilur. Hann er pottit þessi típa. Pétur Ben, tónlistamár, kom til mín og hann sagði að Tarantino var eitthvað góðu gestur um mér að þetta heitir bíóblæður og hann blæður það svo mikið. Ég veit það. Já, kannski, en mér er svo gaman að hlusta á. Ég geti verið bara að liggja í matabóðu með honum eða út að borða með honum. Ég vil bara sitja og hlusta á. Jú, það er rétt hjá þér, það myndi vera bara, já, blæður það bara. Já, bara um bíómyndir. Já, einmitt. Og ég var bara að spyrja, hvernig er þessi? Ég held að enginn elskar meira kvikmyndir en Tom Cruise og fucking Quentin Tarantino. Ég held að vita enginn meira um bíómyndir en Tarantino. Já, hann er obsessed. Hann líka þekki, ég sá hann daginn, eða kannski eitthvað gamalt. Hann var hjá Jimmy Fallon eða Kimmel eða eitthvað. Já. Ég tók hann í test. Kimmel fann bara eitthvað eldgamalt, eitthvað Waff OS cover og las basically bara aðeins hvað myndi væri eða eitthvað. Einmitt. Þetta er fucking myndi sem ég aldrei hýrt um. Nei. Og Tarantino gekk bara helviti vel. Já, þetta er þessi mynd, þannig að með, John Candy leiki þessari mynd á hann á frægur, eitthvað. Hann vann á Video Archive sem var breytt stærsta safn og bíómyndir. Já, hann myndi að minnið samt. Já. Hann fullt af fólki sem má vinna á vídeolöfum. Nei, en hann elskar að gera kvikmyndir, bara hann vann vídeolegu að meina hann var að gera fucking Reservoir Dogs og allt. Ég horfði á Reservoir Dogs aftur daginn. Vá, hvað hann eldist vel. Hún er bara svona, vá, það gangi vel að gera þessu mynd í dag. Það er sagt sko enn orðið svona 30 sinnum. Nei, 30 sinnum? Örgulega 100 sinnum. Og geði upp misogyny og allt svona dæmi, en maður þarf að þetta er tímabilið, skilur. Og svo, ég fílaði við, Quentin Tarantino, hans samdi handrit og let hvítt fólk tala eins og hvítt fólk myndi tala í alvörunin. Ítalinni tölu svona, fattur þú, þetta er svona real dialogue sem mannski myndi hafa í alvörunin. Og hann sagði líka, hann ólst bara upp í svolítið svona umhverfi, fólk talaði svona. Einmitt. En það er rosalega þegar maður horfði tilbaka, þegar núna í dag er orðið fólk er svona meðvitaðra eins og það er mikið verið að tala um rasisma og hvernig fólk bara kemur fram í bíómyndum eða í bara mídia yfir höfuð og fólk kannski fara svona hugsa eins meira hvernig það talar. Að það er svolítið magna að horfa á gamlu myndirnar hans, Tarantino, og eins og þú segir, gangi vel að gera sem mynd í dag. Það er bara eitthvað, wow, já, þetta var svona gróft. Hann gerir þetta samt ennþá í dag. Hann er ekkert búin að breytast. Ég fíla það. Þetta er ekki í Once Upon a Time in Hollywood. Nei, það þarf þess ekki. Það er ekki að tala um Old Hollywood, en það gerist í Django og... Já, en það er líka pyramid. Já, pyramid, já. Já, að því að gera pyramid, þá kemst upp með það. Skilurðu? Já. Hann er með þræla þar og eitthvað. Já, ok. Að það stemmir við tíðarlandi sem var þá. En ef hann ætlar að gera eitthvað glæpamynd, ef hann ætlar að gera Reservoir Dogs 2,
Heldur hann myndi geta verið með svona dialog? Já. Þú heldur það? Heldur hann kemst upp Ég með? held að Quentin Tarantino getur gert, það er svo mikið reyna cancelanlegur alla tíma með ofbeldi og allt svona dæmi og bara, hann er uncancelable, ég held að Quentin Tarantino getur gert hvað sem hann vill. Ég held að hann myndi ekki vilja þetta. Ég vil ekki til að sjá senustu myndin hans. Sæður þú ekki um daginn að hann gera hrollvekju? Nei, ég sagði það ekki. Hann er ekkert bara ákvæmlega. Nei, en það, ég vil að hann endir feril sinn og gera horror movie. Hver vil ekki svo Quentin Tarantino horror? Ok, ég ætla að koma með 3 valkostandar. Ég ætla að lifa að velja. Ok. Því ég hugsa að geta mikið Ef við breyta nafninu hérna yfir Quentin Tarantino? Nei, þetta er Tom Cruise aftur. Svo fyrir Tom Cruise. Ok. Við blöðum alltaf mikið. Ok, ég er með 3 valkosti fyrir þig. Ok. Þetta er þið loka myndinast Tarantino. Þú mátt velja að þessu þrennu. Eitt af þessu er það sem þú sagðir. Eitthvað geggjuð horrormynd. Gefum okkur það að allar sem myndir eru geðveikar. Þetta er bara personal preference fyrir þig. Ok, það kemur ljóðast að Tarantino alltaf geggjaða hryllismynd, geggjaða sci-fi mynd, eða geggjaða mynd sem gerist á bannárunum. Með frakka og hatta og Tommy Guns og... Það er out right away. Hæ? Já. Ég held að það er nummer 1 hjá mér. Nei. Oh my god. Þannig hvort hlutu sci-fi mynd eftir Tarantino eða horror? Oh my god. Ég held ég myndi velja horror. Það er meira upp hans aldi. En það var geðvikt að svo sci-fi mynd með honum. Hvernig er þið Tarantino sci-fi mynd? En hann, veit ekki hvað hann myndi spá mikið í svona... Jú, hann myndi að gegja set pieces og... Já. Hvað er hann? Hann myndi undirbúa sig mjög vel. Hann getur ekki gert bara 11. 11 er betur að tala en 10. Viltu horror og sci-fi? Já. Já. Back to back. Back to back. En mér langar að sjá hann gera mitt. Hann er búin að gera nokkra svona krimmamyndir. Já. Hann er búin að gera, þessast ekki reyna, hann er búin að gera vestra. Mér langar að sjá hann gera mitt. Horror væri mjög áhugavert. Horror og sci-fi. Horror sci-fi? Það, gaur, Það blanda saman. Það er geðveikt. Bara eins og Jason X. Hann ætti að endurgerða Jason X. Svona, sem var, ég veit út að grínast, en shit, það var hræðileg mynd. Ok, förum við Tom Cruise. Þetta er ekki Tarantino þáttur. Nei, en við erum alltaf að bladra í bíóblaður. Þú færum alltaf þessum bladra sem mikið. Já. Ok, ef að fara aðeins í Mission Impossible myndar. Já. Við tölum aðeins það á. Já. En mér langar að spyrja þig, þú ert búin að sjá þær allar. Já. Það eru komnar út 6 myndir, Fallout nummer 6. Hver finnst þér besta? Það er svo erfitt að segja. 2 er versta, við erum saman það. Það er versta, sko. Númer 1 í geggjuð, þú veist, John Voight, þarna, þú veist, en ég fílaði, hvað heit myndi þessum Philip Seymour Hoffman? Er það 3. mynd? Það 3. Sem JJ gerði. Já, mér fannst hún mjög góð, en ég fílaði Rogue Nation, maður það er allar góðar. Kannastu Ghost Protocol, nummer 4, sem Brad Bird gerði. Það sem að klifur upp á, hvað heitir þetta? Já, núna því ég er að hugsa um þetta, hugsa bara svona, ég er bara að horfa saman myndir aftur, nefnir bara með öðruvísi actionsinnum og alltaf svona bjarga frá okkur sprengju eða kjarnöku eða eitthvað. Mér finnst nefnilega 4, 5 og 6 allar rosa svipaðar. Já, það er að svitja það hans upp. Þetta er verið sko, hérna, Ethan Hunt, Battling Cancer eða eitthvað svona dæmi. Málið er, hann hefði þetta bara að halda sig við það sem hann gerði fyrst. Það var alltaf fór sikkert leikstjóra. Nýja leikstjóra. Já. Christopher McQuarrie áttur að gera 4. Já. Það er alveg pínu boring. Að þú varst með Brian De Palma, fyrstu myndina, svo varst með John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird, sikkert leikstjóra. Gera bara eina og hætta svo. Og mér finnst þeir að gera smá feil með þessum nýja myndum. Þeir halda söguna að halda áfram. Ég vil bara standalone myndir. Ó, hvað það er góð punktur. Já, gef mér bara standalone myndir á honum. Ég meina, næsta Mission Impossible mynd sem ég sé, þar ég þá að muna hvað gerir síðast. Já, það er góð punktur. Þeir að gera það með Bond líka og ég þólaði ekki. Já, ég er alveg búin að checka á þessu Bond-myndum maður. Ég er svo leiður á þessu Bond-myndum. En hver er þetta best? Þú ert ekki búin að svara? Fyrsta myndin, sko. Já, mér finnst þú það best. Já, en allar hinar eru ógeðslega góðar actionmyndir. Það er ekki lélegar, en eftir 4, sérst eftir Ghost Protocol, því mér varst hún alveg fín. Sér svo Rogue Nation, Fallout. Mér leittist pínu í bíó.
Ég veit ekki það. Er þetta ekki bara því við erum svo gamlir að við erum bara að sjá svo mikið bíómyndum að það bara svona, það þarf mikið til að taka mig svona, þetta er eitthvað nýtt. Talaðu það. Ég var að horfa á, hvað gerist með Mel Gibson? Já. Og farið við... Meina feril hans skilur. Og það er eitthvað mynd sem mista. Sástu ekki þegar myndir með Vince Vaughn sem heitir Brawl on Cell Block 99 eða eitthvað? Já, æðislega. Sástu myndina sem þessi leikstjóri gerir eftir á? Dragged Across Concrete með Mel Gibson. Já. Þú búin að sjá hana? Ég elska hann leikstjóra. Já, guð, ég var búin að gleyma leikstjóra og svo sá ég þetta bara, gerði hann mynd með Mel Gibson. Ég horfði á Dragged Across Concrete. Gæðu ykkur titill, bæði vegi. Gæðu mynd. Bara, vá, hvað ég elska þessa mynd. Því þessa mynd kom mér óvart. Mjög sjaldan kom mér óvart. Ég elska hann leikstjóra því hann slow burnar og svo allt í henni þegar þú heldur að þetta er að gerast, það gerist ekki. Það er svona, beti, what the fuck? Hann bara kemur svo óvart og þú ert kannski að horfa á kannski 5 mínútu atriði sem er bara að tala og þú bara, þetta er ógeðslega spennandi. Já. En svo með bílana, þú sjúta allt í endunum, þetta er ekki bara 40 mínútur eða eitthvað. Þú bara, þetta er ekki spennandi. Já. Og hún frekar löng svo með. Hún er 2,5 tímar með þér. Og hún alveg, eins og segir, slow burn, en ástæðum mér leittist aldrei, mér varst aldrei langdregin, að mér fannst ég alltaf að fara aðeins áfram. Já. Í sögunni. Og Mel Gibson, við erum það saman, við elskum hann. Elskar Mel Gibson. Og þó hann sem er sína fortið. Já, má ekki fólk gera mistök eða. Hann er ekki Kevin Spacey hérna, skilur. Nei, vonum ekki. Nei. En eins og mann, við finnum á báðir. En það hefur alveg vantað upp á síðustu árin. Já, það er út í það, hann búin að það er svo erfitt fyrir hann að ná feril sínum aftur. En hann kom tilbaka með Hacksaw Ridge sem leikstjóri og var tilnefndur loksins. Solid mynd. Ég er ekki búin að sjá hann ennþá. Hún er í downloadanum daginn. Já, þetta er svo. Hún er mjög fín. Hans leikstjóri er geðvig leikstjóri. Hann er brútal. Hann er góð leikstjóri. Mér finnst bara skan að horfa á hann leika. Mér finnst það skemmtileg leikari. Sástu Get the Gringo? Já, en hún er samt alveg nokkuð, er hún ekki alveg 10 ára gömul eða eitthvað? Ég er að tala nýlega. Já, nei, Get the Gringo er bara 5-6 ára gömul, sko. Nei. En hún var straight to video og hún gekk góð. Get the Gringo? Hún er ekki 5 ára gömul. 2012? Já, ok. 9 ára gömul. 9 ára gömul. Það næði því sem ég sagði 10 ára. Já, ok. Ok, allavega, hann leikur í henni og mér varst hún alveg skemmtileg og hann er smá svona, það er sami karakter var í Payback. Já, I like that. Það er einhver leiti, ég fíla það. Ég horfði á Director's Cut of Payback. Já, áhugavert. Hún er hræðileg. Það er mér svona ekki hræðileg. Hún er sko 12 mínútur styttri og þau kliftu út Chris Christopherson. Hann er ekki í henni. Þetta var eina atvikið sem the producers á myndinu og hann breytti color gradinu frá svona blá-grátt yfir svona, já, ég er ógeðslega fegin að the producer tóku myndina á honum og gerði sína cut. Það sem ég var búin að heyra að lesa var að Brian Helgeland sem leikstýrði Payback, hann hafi rauninni þurft að stíga hans til hliðar, þeir byrsi bóla honum út bara, já, og Gibson hafi leikstýrð basically endanum á Payback bíóutgáfunni. Já. Fengi Chris Christopherson gert það allt í rauninni. Ég með. En svo fekk Brian Helgeland sína director's cut og það var auðvitað bara allt öðru sem mynd. Ég var svo spenntur og bara, nei, the original cut myndinni er svo miklu betri. Ég kýs hana frekar, mér finnst hún skemmtilegri. Það vantar alltaf með tásurnar inn í bílnum þegar hann kveikir í bíl. Þau kliftu út svona 3 bestu ötrar á myndinni. Hvað meinar? Já, ég veit að við stundum sagt um fólk þegar við tala um director's cut á henni. Fólk bara, er hún öðruvísi? Þá segi ég, já, sko, Chris Christopherson er ekki í henni. Þá var maður bara, hann er fyrir stórt hlut ekki í. Já, það er eitthvað hundlegileg kona í síma. Þú sér hann aldrei. Hey, you, hræðilrödd, you're gonna die, mister. You just signed your own death warrant. Þú veist, ekkert intimidating. Þetta er svo hringdi líka svona helpline. May I help you? You're dead, buddy. Þetta var hræðilegt. Ok, mér finnst það ekki betra en bíóutgáfan. En mér finnst áhugavert að sjá, þetta er sama myndin, hvað getur verið ólíkar. Þú veist, þau eru basically sama myndin, nema the original cut er aðeins betri. Já, mér finnst hún tölvöld skemmtilegri. Já, mikil skemmtilegri. En mér finnst það eftir sko að það ekki ræðileg.
ég sé engan tilgang að gefa út, það er bara gefa waste. Nei. Ég var fúll að hafa eitt sko netmagni mitt að downloada þessu. Gagnamagni. Já, gagnamagni. Ég hringdi í síman, ég bara, ég vil fá það endurgreitt. Ég var að stela hérna bíómynd. Herru, förum aðeins aftur í Tom Cruise. Já. Við getum alltaf búlsita bara eitthvað. Ég get sagt þér að ég segi bara mína uppáhalds Tom Cruise mynd. Mynd sem ég get alltaf horft á, aftur og aftur. Þetta er the perfect movie. Það er engin veiki hlekkur í þessu mynd, ekki neitt, og I will dare, ég vil slást við einhvern sem er ósammála mér, og það er Edge of Tomorrow. Er það upp á Tom Cruise movie? The perfect movie. Er það sjálf? Svona 10 sinnum með eitthvað. Er það? Og það er líka strong Er woman. símið ekki á sæla? Nei, Kíló. og það er líka svona strong female karakter sem nýðast ekki á, hann er ekkert minni maður þó hún sé sterk, þú vinnar og gerir fyrir saman, þetta Groundhog dæmi virkar, þú hatar hann í byrjun, þú fer að elska hann, þú fer ástina millir, þannig veit hún þú fer að deyja, þessi mynd virkar svo levels, og allt sci-fi myndinni makear sense endur, það er ekkert plot holes and nothing, hún er svo skemmtileg, hún er fyndin, action og þú fer að gráta, all the emotions, þetta er eini veikjarleikurinn myndinni er titillin. Hún hefði átt að heita taglina. Live, Die, Repeat. Það hefur verið miklu betri titill á myndin Edge of Tomorrow. Hún átt að heita eitthvað annað fyrst. Hún átt að heita eitthvað, mann ekki, Live, Die, Repeat var flottara sko. En það var miklu flottari titill sem var fyrst. Manstu það? Ég man ekki... Var það ekki bara Live, Die, Repeat? Nei, var ekki Kill eitthvað. All You Need Is Kill. All You Need Is Kill? Nei, það er ekki Live, Die, Repeat er flottara. Já. Fyrir þú ekki Edge of Tomorrow að það? Nei. Þú ert að djóki mér. Ég dýrkast það Emily Blunt er einum af uppáhaldsleikurum og nei, það er ekki bara því ég er skotin í mig. Nei, ok, Þú ætlar að segja það, þú fílir bara... En þú elskar skemmtilegar bíómyndir. En ég þoli ekki þetta Groundhog Days concept. Mér finnst það skemmtileg einni mynd og hún heitir Groundhog Day. Eins og boss level og svona dót. Boss level? Ekki líka boss level við Edge of Tomorrow, Hafi. Þetta er svo mikla endurtekningar. Já, en það er ekkert leiðilega með þessi endurtekningar. Það kemur alltaf... En ég þarf ekki að sjá miljón sem vakna ykkur í flugvél. Gaur. Ok, en tölum aðeins samt meira hana. Ég þarf að sjá hana aftur, ég sá hana í bíó. Þú er bara búin að sjá hana einu sinni. Já, mér fannst hún er betri með hverju watch. Er það? Hún er það. Hún vex á þér bara eins og, þú veist, ég myndi segja Edge of Tomorrow er bara the Forrest Gump of sci-fi. Býtu, þú útskýr það. Hvað meinar með því? Og því, it becomes more lovable the more you watch it. Er Edge of Tomorrow Forrest Gump sci-fi? Ég er ekki að segja líkt, en ég er bara að tala um tilfinningar sem þú færð að horra á hana. Nei. Er það? Það treystu mér. Nei, þú ert að fatta nú og sagði eitthvað kjaftaði. Þú ert að bakka. Nei. Bakka maður. I will die on this hill. Það var eitt sem buggaði mig. Bursið frá þessu Groundhog Day dæmi. Það var eitt sem ég vel að sjá. Og mér minnur þetta að ég sé að fara með rétt mál. Það er svolítið síðan sá hana. Myndin byrja rosa mikið með shaky cam. Hann vaknar í ykkur flug eða myndin alveg svona hreyfingu. Nei, myndin byrjar ekki þannig. Ok, en hazardin eru þannig. Já. Sérstaklega eins og í byrjunni. Ég hélt, og mér er þótt það svo töff, ég hélt að myndalinn myndi róast með honum eftir sem hann læri betur. Fattar hvað við? Já. Að hann er óryggur fyrst, craziness, þá skilja hann akkur þetta svona seika. Já. En svo gera hann þetta svo oft. Já. Það er ekki rétt munið hjá mér, hann verður betri. Já, hann gerir það svo oft, hann verður betri í þessu, betur að berjast og allt það. Ég hélt að leikstjóran væri að leika sem með myndalina og eftir sem hann er betri, þá er þetta bara svona John Wick. Já. En svo gerist það aldrei. Það var bara allt seikja. Ég var bara að hafa gaman að horfa þessu mynd. Ég er ekki að spá í nýtt svona eitthvað. Mér er svo skemmtilega, svo góð. Já, þú fílar svona, ákveður fyrstu bostlega og þá leðilega? Því hún var ekki gerð nógu vel. Þetta var of, hann fekk ekki að, við fengum hann ekki að sjá hann þróast, maður hélt ekki með karakterunum. Hann bara byrjaði að vakna, þetta var geðið gott koncept, boss level, hún bara executið svo slæmt.
þú fer virkilega að elska karakternas Edge of Tomorrow. Þú veist, það er mikla tilfinningar, þú fer að halda með honum og hann veit svona, hann er aftur og aftur. Það er miklu meira sál og hjarta í því og bara miklu betur gert. En mér fannst Emily Blunt skemmtilegst við Edge of Tomorrow. Hún geður ekki þessi mynd, sko. Hún er bara, karakter Það er allir góður þessi mynd. Það er engin veikir leikur í þessi mynd. Ok, ég skal gefa hann annars séns. Annars hættur að renna að koma Það sem þáttum minn. mínu uppáhald, það er bara svona, ef hún er í sjónvarpinu, þá er ég fara að horfa á hana, skilur. En svo Forrest Gump er í sjónvarpinu eða eitthvað svona, þá er ég fara að horfa á hana, skilur. Ég er að meina það. Hvað er betri mynd? Hvað er betri mynd? Hvað er betri mynd? Forrest Gump er þetta betri í heldina. En ég myndi samt... Er Edge of Tomorrow, það er uppáhalds Tom Cruise myndi? Það er uppáhalds Tom Cruise myndi mín. Það er svona betri Mission Impossible 1. Eða svona skemmtilegri, meiri uppáhaldi. Skemmtilegri. Það er svo cool, það er bara svo geggjað koncept og ég er svo mikið sucker fyrir sci-fi. Ég elska sci-fi. Ég elska allt sci-fi. Ég elska svona myndir svo Looper og allt. Ég elska allt. Bara time travel. I love this shit. Er sci-fi uppáhalds svona genre þitt? Ég er búin að vera spekulað svo lengi og ég held ég verð sammála því uppáhalds sjónvarpsþættir mín eru Black Mirror. Þannig að sci-fi er uppáhalds. Ég elska sci-fi. En það verður viss tegund og svona Interstellar og allt svona dæmin. Það má ekki vera of háflegt fyrir mig. Og eins og með þetta Rise og ég elska bara sci-fi. Ef það gerir svona í game, ég er ábyggilega fyrir að horfa þessu mynd. Ég er búin að horfa svo mikið lélegum sci-fi myndum eins og Life þarna með hérna. Mér fannst hún fín. Oj! Það leiði, oj! Ég mun aldrei horfa á hana. Hún fokk leiðileg. Fannst hún leið? Mér var svo spennandi. Nei. Það var pínum, já, alltaf leið. Ég er lífins búin að sjá þetta áður. Já, ég veit ekki það, hún gerði eiginlega ekkert nýtt. Já. Er þú svo, ég er búin að hitta nokkar sem hata ekki svona, sem hata Groundhog Day koncepti. Yeah, I love that concept. Ég þóla ekki. Eins og hérna, grín horrormyndin hérna, Happy Death Day 1 og 2, minnst það svo skemmtilegar. Svona drepin aftur. I love that shit. Mér langar að vita svona sálfræðilega af hverju þú hatar þetta. Fyrst ég að fyrir til sálfræðings og komast að því af hverju ég þóla ekki svona Groundhog Day svona time loop. En það er mjög einföld ástæða fyrir því. Af hverju ég fíla það ekki. Þetta er bara mitt personal preference. Já. Ég er ekkert að segja þetta sjálf lélegar myndir, þetta er bara ekki fyrir mig. Ég sá Happy Death Day og einu sem ég man eftir þeirri mynd bara, ég var skotin í aðalst stelpunum, ég var stónum góð. Já, ég vissi það. Ég vissi það mig. You want horny bitch. Mér var stónum skemmtileg. Ástæður ég fíldi ekki. Já. Ég þól ekki að bakka í bíómyndum. Mér finnst það svo leiðilegt. Ég þól þess ekki. Það eru undirtækningar, en oftast þól ég ekki. Ef ég horfa á bíómynd, það byrjar eitthvað geggjaðri. Maður bara, shit, wow. Svo kemur 2 years earlier. Maður bara, oh my god. Eða 24 hours earlier. Það er búin að gera svo oft í sjónvarpsþáttum og svona. Já, ég fíl það eiginlega aldrei. Já. Það eru undirtækningar, Goodfellas til dæmis. Já. Hann er að keyra, hvað, djúll er þetta eitthvað? Stingar hann í skottinu. Já. Svo bara eitthvað, all I wanted to be was a gangster og bakka myndin og við fáum að sjá. Eins og það eru undirtækningar. Oftast fíla ég þetta ekki. Ég nenni ekki eins og flashback til dæmis. Já. Oftast fíla ég það ekki. Oftast ekki. Nei. Þau þurfa að vera mjög stutt og hnitmiðu. Ég vil að sögu framvindan fari áfram. Og í þessu Groundhog Day-dóti, þá ertu alltaf að bakka. Alltaf að bakka. Þú bara fastur í kúlu. Já. Og það er alltaf, hvernig nægir mig úr þessu kúlu? I like that. Já, þú fíla það. Já. En ég er útskýrð frá af hverju ég fíla ekki. Þú sagði ég ætti að vera til sálfræðings til þess að. Já. Þú með sálfræðilega ástæða fyrir af hverju ég fíla ekki. Já. Þar hefur þú alltaf að bakka. Skilurðu. Groundhog Day er til dæmis ekki eina mínum uppáhaldsmyndum. Það er mjög margir sem dýrka þá mynd. Mér finnst hún fín, það er alveg solid mynd, fín mynd, Bill Murray skemmtilegur í henni og konceptið það er alveg, já, skemmtilegt. En allt eftir það, source code fannst mér svo allt í lagi. Já, hún er góð. En það er líka þegar source code gerir eitt sem mér var svolítið sniðugt. Þetta er smá spoiler, þetta er spoiler fyrir source code með Jake Gyllenhaal, fyrir það sem ekki sé hana. Ef ég man rétt, var ekki þannig að hann, alltaf þegar hann fór tilbaka, þá bjóndi nýjan heim. Það var bara svo multiverse. Já, oh my god, já. Var það ekki? Jú. Mér minni það. Oh my god, það er crazy. Mér finnst það alveg svona cool twist á þessu. Já. En svo boss level, hann vaknar í einhverjum rúmi, vekjarklukkan, eitthvað hringir og hann eitthvað að drepa. Tölvuleikur, leiðileg tölvuleikur. Ég þarf ekki að sjá þetta 20. Hann er ekki karismatik, þetta er ekki gott handrit, aðrið ekki góð. Þau voru að reyna á mikið, það voru góð punktar hér og þar. En Grillo er bara ekki aðeins lengra.
Við erum búin að ræða það, Elvi. Ég horfði á Twilight Zone þættina, 9. Já, ég gæti það ekki. Þessum einn veginn þáttur, og það var einn svona Groundhog Day þáttur hann. Og það var með gaurinn hann sem leikir That 70's Show, hvað heitir hann? Aðleikarinn. Hann leikir Predator, sem er svona villleikari. Topher Grace. Topher Grace, já. Mér finnst það brilliant. Ég var bara svona, wow, hvað þetta er góð þáttur. Því þátturinn er bara stelpa, að fara ykkur museum og það er ykkur gaur að reyna við hana. Það gengur ógeðslega vel. Og bara svona, wow, bara drauma date, bara hún hittir hérna dæmi svo hægt og rólega. Fyrir að fatta að hann er búin að upplifa dag eitthvað milljón sinnum, eitthvað bara, hann er ekki tölu. Bara, hann veit ekki svona hvað hann er gamall, og svo fattar hann er bara nýja fórnarlambið. Hún er nýja fórnarlambið, og hann er búin að gera þetta, bara endless. Og svo hann bara verið ásökun henni eða eitthvað skilur, og hann er búin að gera þetta endless og gellur og svona dæmi. Ég finnst það svo mikið twist, og það var sjónvarpsþáttur sýndur á ABC Twilight Zone. Já. Men svo geggjað, hún er einhvern veginn að snúa hann, en það sálfræði bak við að vera fastur í þessu timeloopi sem ég aldrei séð áður. Hann útskýrði sko, ég er bara venjuleg gaur, bara ég gekk morals, og því lengi sem ég er hérna. Bara, ég var siðblindur, bara það þýðir ekkert fyrir mér. Svo hann leikur sér bara í þessum heimi og gerir ógeðslega hluti og þegar hann fekk leið á því bara drepa þá svo hann, nú ætla ég að leika andlega með þá, bara veist, láta það vera ásfangina með þér og lala og síðan drepa, þetta var svo brilljant þáttur maður. Það er cool hugmynd. Það var cool hugmynd maður. Já, ég hef ekki séð þann þátt. Mér finnst Topher Grace góður í Predator, það leika hann að feldumorðinginn. Já, sem var svona sneaky og maður bara svona, þessi gaur virka bara... Já, svona, akkur hann hérna, það var að feldumorðinginn. Það var bara ógíslasti gaurinn af öllum. Hvað hétt teen comedy svona Take Me Home eða eitthvað, mér er svona skemmtilega. Já, ég sá hann aldrei. Þetta var cool teen comedy. Ég held rétt sér, Take Me Home, heitum það ekki. Ég sá hann ekki. Ég maður bara þetta var rosalega litritt cover. Já. Feitigurinn leikur í hérna. Ok, Edge of Tomorrow, þú ert alveg að selja mér, ég þarf að kíkja hann eftir, ég veit það er mjög margir sem fíla hana. Já, ég myndi segja, uppáhaldsmyndin minn er Edge of Tomorrow og Jerry Maguire og Mission Impossible myndinar. En þú getur ekki sagt bara seríuna. Interview with the Vampire. Frekar hvað lætt það? Já, en hún er skemmtileg líka. Það var ekki gaman að fylgjast með þeirra söguþræði. Ertu það með Interview with the Vampire? Já. Já, æðislega mynd. Og endilinn þegar þú veist hérna, Brad Pitt er svona verið svona, vá, nýja tæknin og ég fekk að sjá sólina aftur á bíótjaldi og hvað hann er búin að læra að vera vampíra, hann er þá mannlegur. Já, og búin að lifa alltaf svolítið helviti lengi og það er frábær mynd maður. Ég vil svo Tom Cruise afturleika Wonderkid, eins og við talaðum. Uppáhaldsmyndi mín, Tom Cruise, man ekki eins og hvort ég hef búin að segja það. Ég ætla að gíska. Æ, ég sagði það næstu. Nei, ég man það ekki, ég ætla að gíska. Top Gun. Nei. Það er Mission Impossible 1. Er það uppáhaldsmyndin? Já, með ég ætla að downloada henni í kvöld og kíkja á hana. Ólöglega. Frá síðu sem heitir X337X. Þú ert svo mikil þögg. Það er uppáhaldsmyndin mín með honum. Já. Ég man þegar ég sá hann í bíó. Hún er frá 96. Sér það ég er 13 ára. Þegar hún kemur út. Ég fór með fjölskyldunni. Með pappa og bróðum og eitthvað. Og systur minni. Minni mér örgulega. Og ég var blown away. Ég fannst það brjálu mynd. Ég sá gömlu þættina. Þetta er rétt hjá þér. Því ég sá sem úrlingur fucking Mission Impossible 1. Ég var bara, wow, þetta er hasumynd. Ég var eins og langli atriðið. Þegar hann fer að bara... Já, þetta var klassist. Já, ég man ennþá. Það heyrðist ekki orð í bíósunum. Já. Það fólk bara liggur að andaði ekki. Já, tensionum. Já, hann liggur þarna, verður hann að fara í tölvuna og þetta svitir eitthvað, hann grípur svit, drópan. Legendary, ég hef bara glemað. Þetta er þetta bara... Jú. Ég ætla ekkert svona að gera þátt með svona mínum uppáhalds bíóatriðum. Ég er nokkuð vissum að þetta atrið komist á þann lista. En getur sagt mér eitt, hvað var Mission Impossible 1? Hvað var hann að reyna að gera? Hann var hann að komast, hann var hann að finna knocklist. Og hvað er það? Knocklist var... Listi af öllum, hérna... Þetta var rauninni 2 listar. Já. Annar listin var listi yfir alla undercover agents. Minnum við bara í heiminum. Hinn listin var með þeirra fake-nöfnum. Skilur þau? Ef þú varst með oss, ef ég mandi rétt, ef þú varst með oss saman, þá kannstu bara
byrja að assassinata fullt af undercover agents í heiminum. Mér minnir þetta allt verið IMF agentar sem voru að vinna með sömu stofnun og Tom Cruise. Ég ætla að horfa hann aftur. Langt síðan sást hana? Já, alveg 15-16 ári. Já, það svo langt síðan sást hana. Málið hún þetta er svo góð mynd. Það finnir að vinkurum ég sæfi mig bara, já, þetta er besta, minnst ég bara svo myndi en ég var svona, ég veit ekki alveg, núna, ég hef verið sammálaðið núna. En málið bara, þegar þú horfir á hana, ég veit þú fíla hana alveg, eða langt síðan sást hana, og þú búin að sjá Rogue Nation og Fallout og svo, þær eru svo stórar. Já. Actionið í fyrstu, very low key. Það miklu meira low key. Michael Mannis. Já, meira bara Brian De Palma. Já, Brian De Palma. Thriller dæmi. Það ekkert svona risa hasardri eins og fluguladri í Rogue Nation eða closetadri í Fallout. Eitthvað lest og flýgur og aðra lest. Jú, það 2 sekundur. Eða eitthvað skilur. Ég ætla að horfa á hann í kvöld. Byrjunadri geðið. Ekki segja mér meira. Ég ætla ekki að segja mér það. Ég ætla að fara aftur fyrir síðan á hana. Svo langt ég sé hana. En sendum við síðan skilabóð. Þú ert búin að horfa á hana. Bara hvernig fannst þú hún? Því mér finnst hún æðisleg. Þetta líka með ég man eftir í fílan í bótt, sko. Þetta byrjunin. Ef hún feilað, þá verður ekki að horfa á Fallout. Brian De Palma döður. Nei, hann dáinn? Hvernig var að bring hann back og gera eina Mission Impossible mynd? Seinustu, númer 8. En hann ekki bara búin að missa það? Lendi ekki De Palma í einhverju vesinni? Eða það? Eitthvað svona skattadæmi eða eitthvað? Æi. Brian De Palma? Ég held ekki. Nei, hann ekki dáinn. Heyrðu, kallar hann það afmælið stuttu? Hvað? Hann á 11. september. Hvað gamall? Hann 81 árs. Wow. Happy birthday, Brian. You'll never see this, but happy birthday. Happy birthday. Hvað gerði hann síðast? Hvað gerði hann síðast? Það langt síðan hann gerði eitthvað. Ég ekki bara retired bara. Jú, ég held. Eða svona einhver liti. Hann gerði bara eitthvað drasl. Paldi, hann gerir Carlitos Way og svo Mission Impossible. Já, vá, pælið því. Það ekki. Hann fullt að gegja myndum. Herru, eru við ekki bara búin að blara á lengi það? Viltu fara eitthvað meira? Eða tala eitthvað meira? Tom Cruise, búin að fara við Cocktail, Tropic Thunder, sem að byggja eitt besta gestahlutverk. Getur þú gert þá mynd í dag? Já, já. Það? Já, já. Robert Downey Jr. leika svartamann? Já, já. Því, fólk sem að drullið þessar mynd, einhvern veginn blackface, öll þessi mynd var að gera grína leikurum á Hollywood hvað þið eru ógeðslega asnaleg. Já, þú ert missing the point. Þú ert missing the point. Svo rapparinn sem svona, ég elskar gælur, hann virkilega, hann samkynniður, skilur. Þetta allt svona anstæður. Já. Hvað þið eru fucking fáránlegt. Það var að gera grína þessari ímynd. Skilur, svo Hollywood ímynd, leikar ímynd og eitthvað. Svo var að gera grín líka þessum method leikurum. Robert Downey Jr. tók það alltaf bara næsta level. Eins og Shit, hvað þetta var skemmtileg mynd. Eins og Daniel Day-Lewis alltaf method. Já. Man ekki, Robert De Niro hatar method actor. Hann bara, hey, why don't you just try acting? Já, mitt. Já. Hann ekki hrifinn af method actors. Þetta getur farið út úr svo mikið kjaftaði maður. Þú veist, ég fatt þetta alveg. En bara svona, þarftu virkilega að leika þess að mannski 24/7 klæðast. Þú veist, eins og Daniel Day-Lewis í Gangs of New York, hann fór ekki sturt í 6 mánuði og þau að fara eitthvað svona kjaftaði. Fór að slátra dýrum. Já, þú veist, akkur varst, why? Ég var sökk með alveg í karakterinn. Hei, prófa bara að leika með þér. Já, algjörlega. Ég alveg sammála. En samt, svo sé maður Daniel Day-Lewis leika og maður bara... Hann geðveikur leikari. Já, það kannski ástæðan fyrir hann svona geggjaður. Ok, ef við talum, endum á bara svona... Einhverju lélegri Tom Cruise mynd. Nei. Til einhvern léleg Tom Cruise mynd, þannig að séð. Oblivion var ekki góð. Hún samt ekki leiðinleg. Það ekki, mér litið bíó. En ég samt bara búin að sjá hann einu sinni. Það er ekki hann annan sér. Já, málið, ég líka svo mikið sci-fi. Ég bara elska þetta gerist eitthvað. Mér finnst þetta cool að sko, hann hélt allan tíman að hann var góði gæinn, en hann var bara klón af einhver öðru. Já, mér finnst mjög gleyma. Mér finnst þetta mjög cool söðröður. Herru, endum á real, ekki að segja ykkur real inside story Tom Cruise. Tom Cruise? Þegar hann tók upp á Oblivion í Íslandi. Byttu, ertu með eitthvað inside info? Bro, ég búin að þekka það nokkra í Kvimmurbransson og einn vinur minn, nefnilega ekki nafni, hann vann á Oblivion. Okay. Og þegar hann var að vinna á Oblivion, þegar Katie Holmes flúði til New York með einhver lögfræðinga frá
kirkjunni til að skilja við Tom Cruise og það fór allt í háa loftana. Það gerist á saman tíma að taka upp Oblivion. Hann var á Íslandi Tom Cruise. Og vinur minn var á settinu þegar hann fekk síntalið. Nei. Jú. Og hann flippar borðum, sparkar, öskrar. Og hann sagði, þetta var bara byrjun á deginum. Við þurftum að fara að vinna eftir þetta. Og það sagði, hann var aldrei unnið að quiet set. Það var allir svo vandræðilegir. Því hann ógeðslega næs gaur og eitthvað. Svo allir bara, flippandi borðum. Og skiljanlega líf hans var að hrynja. Já, hann bara mannlegur. En vinur minn var vitnað því. Men þess að kúla bara svona, já, ok, Tom Cruise var meltdown hérna. Shit. Það var svakalt að sjá það maður. Já, og það er líka bara, ég hef aldrei fundið fyrir mér awkward vinnu hverju eftir á, sko. Það var allir bara labband á Excels bara. Ekki sinni þetta Tom Cruise. Ekki æsa það. Ekki æsa hann upp með þess. Litli dvergurinn, hann er öskan. Litli dvergurinn. Herru, ok, áður og hættum. Já. Við erum alltaf svo lengi að slúta þessu. Að ég er einnig bíðan aðeins. Þú var að segja hvað, til leðilega Tom Cruise mynd. Já. Já. Ok. Hún heitir The Mummy. Oh my god, já, vá. Ég var bara að gleyma henni. Vá, það er alvöru stórt flopp, maður. Já. Það er ekki bara mesta flopp. Herru, það er önnur mynd sem var ömuleg með honum. Hvað? Djöfull leiddist mér yfir henni. Jack Reacher 2. Er til Jack Reacher 2? Já. Já. Þetta er bara sjónvarpsmynd. Já, ég ætla að segja B-mynd. Ég ætla að segja bara, hvað var ég að horfa? Akkur hann að leik í henni, hún er hræðileg. Hræðileg. Já, það er rétt hjá mér. Já. Vá. En svo er eitt í lokin. Já. Það er ein mynd sem hann er að nefna einu lokin. Sem ekki búin að nefna neitt á nafn í þessum þætti. En það er stutt sín sá hana. Huh? The Last Samurai. Hún er góð. Hvað hann sem sérst hana? 10-15 ár. Já, Hún ok. kom út. Já. Ég sá hana bara fyrir stuttu. Kannski ár síðan. Allir lægi. Já. Hann er ekki The Last Samurai. Það er sko það. Ken Watanabe. Já, hann er The Last Samurai. Ég meina, Cruise gæti ekki orðið samurai. Hann er ekki japanskur. Nei, ég veit, en fólk tala myndir Já. svona whitewashing. Nei, hann er ekki The Last Samurai. Mér finnst þetta cool story. Pínu leiðileg og flotta senur. Ég man eftir nokkrum samtölum þegar hann var að tala eitthvað svona hvað hét hann? Það var ekki lína sem Ken Watanabe segir hann við hann eitthvað svona Ekki sen sem minna. en bara allt dialogi hans var ógeðslega svona meaningful. Cruise líka, eins og við tala um áður, hann er fagmaður og hann mætti til þess að leika í þessari mynd. Hann er góður í henni. Já. Þó að mér þótt myndi sjálf ekkert spes. En það sem böggaði meldi mest við hana, ég pældi svo því sem ég horfði á núna síðast. Já. Hún er rosa mikið að spila með þig, með þína tilfinningar. Tónlistur og svona. Já, það. Já, og mér var það svo áberandi að ég bara svona sá í gegnum það. Ég var bara leikstjóri. Eitthvað svona væmnið tónlist. Já. Já. Það er svo rosalega mikið að vera ít undir eitthvað svona tilfinningar. Það virkaði svo fake. Já. Ég pældi ekki því sem sá hann fyrst. Ég mun aldrei horfa hann aftur, sko. En það er eitt kúl atriði í henni. Hvað? Það er þegar ninjun ráðast á. Ég Það man er svona ekki ninjus að ráðast á svona samurai klanið og eitthvað. eftir. Já. Herru, fyrir maður slútt þessu. Einhver lokaorð. Lokórð. Tom Cruise, æðislur. Hann er æðislur leikari. Þú veist. Og manneskja. Hann er líka virðist með vera. eitt stærsta ferlum bara ever. Hann er með góðan katalóg á myndum. Hver er búin að vera killing it öll þessi ár? Svo, við glemdum líka að nefna Born of the 4th of July er ábyggilega besta hlutverkið hans. Ég áttur að sjá hann. Það og hlutverkið hans í Magnolia. Hann leikur hérna pick-up artistinn, self-help gúrúinn. Já. Hann leikur algjör piece of shit í þessa mynd, sko. En Born of the 4th of July, ég ánum eftir að sjá hana. Er hún virkilega góð? Hún er góð bara til að sjá performance hans. Já. Hann virkilega, og það var sko Paul Newman. Við tökunar og Color of Money, þeir eru gett vinir í dag. Tom Cruise og Paul Newman eru bara lifelong friends. Hann er dáinn. Já, þeir voru lifelong friends eftir þetta. Þeir voru gett vinir og hann var svona eiginlega mentorinn hans Tom Cruise. Eins og í Color of Money. Einmitt. Og hann sagði við hann kom hann upp á kappakstur og allt svona, hann kynnti Tom Cruise fyrir svona, hei, hann segir að fara að leika henni gaurin, já, prófa þess að hluti í alveg þessu gaura sem þú ert að leika. Svona ef þú ert að leika gaur sem þú ert að sverð, fara að læra það sverð. Var það Newman sem sagði það? Já, Newman sagði það, ef þú leika kappakstur gaur, fara að læra að keyra kappakstur, skilur. Og hann sagði, taktu sjensa,
taktu, ekki, don't always play it safe. Hann ætti að hugsa það í dag. Já, en hann gerði það samt með 4th of July og annað. Já, en ég að segja síðustu 10 árin eða eitthvað, hann ekki verið að taka. Já, allir svona leikar og hvað bransan er fólk alltaf svo hættu að lenda í sama farinu. Bara, let's just do something that works. Og hvað græði peninga? Mission Impossible græði alltaf peninga, sama hvað hún er lélega góða eða hvað sem er. Það með þessar 2 svona klassískar myndir sem ég ætti að sjá, Born on 4th of July og ég ætti að sjá Days of Thunder líka. Hún er góð. Já, hún er bara virkilega góð. Var það ekki Tony Scott? Jú, Tony Scott líka. Gerði hann ekki? Hann gerði Days of Thunder. Ég veit ekki hvað ég sá hann. Ótrúlega flotta senur í þessu mynd, sko. Og þar kynntast hann Nicole Kidman, konunni sinni. Endum á þessu. Alltaf enda. Herru, kærasti minn, við tala mér að fara undir Tom Cruise og hún svo, herru, ertu búin að sjá myndir af Nicole Kidman þegar hún er búin að skrifa undir Divorce Papers? Og ég svo, Nei, googlaðu Nicole Kidman after signing Divorce Papers og þegar hún er að labba út úr The Lawyer's Office, þú aldrei séð ánæðri konu æfin. Googla þetta. Bara Nicole Kidman after signing Divorce Papers. Er það að googla þetta? Ég verði ekki að gera það. Þú verður að sjá hvað hún er happy. Hún er bara, bara eitt smá fegin að losna við Tom Cruise. Hún er þá að Sér það myndir? Hún er bara, Þú get alveg eitthvað svona. Já, þetta er hún. Paparazzi tók að eftir hún búin að skrifa Divorce Papers. En var hann ekki bara ána að losna undan þessu sértrúarsöfnuðu sem vísindakirkjan er? Já, sem gerist bara hjá öllum. Sé hvað það fyndi. Endum á þessu að vísindakirkjan er kannski ekki svakalega sniðu fyrir Tom Cruise. Nei. En ég held þessu langt sokkin inn í þetta. Já, hann er það. Hann er í guðatur í það. Herru. Hann er á guðsviðum núna. Hann er á guðsviðum. Bara takk hjá að koma, þetta er alltaf skemmtilegt. Já, hvað vorum við að taka lengi? 2 tíma? Já, þetta er 2 tíma. Það er fínt. Töluðum við eitthvað að viti hérna? Nei. Eða vorum við bara að bladra? Við vorum bara að bíóbladra. Ég var undirbúið þetta. Já, bíóbladur, já, oh my god, ég var fatt að núna. Takk fyrir að koma. All right, see you.